jólin í aðröðum Orðin svona stóra Veistu hvað svo upp á sæmið núna? Það hana, ég er ekki bara að hlusta á þetta lag, ég bara að sjá þetta TikTok sem hana hvernig, okkur manni ekki núna Jóla húpa búpa með mamma Ég reyndi það Nei, sko, þetta svo mikið heilalím Ég bara, þetta eitthvað jólalag það ekki öll lögin sem að þeir gera svona heilalím og þú ert bara, ég er búin að vera bara þessi setning, eitthvað svona jóla húpa búpa með mamma þín mætilega glúpa Þetta svaka djúpi texti Já, þetta er alveg texti En vá, velkomin í mömmulífi What an intro Og bara you're welcome Já, þetta er jólaþáttur nummer 1 pæliði Jólablómin mætt Já, þetta er Við þurfum að fá annan vasa samt. Já, og þurfum eitthvað svona við ætlum að skreita fyrir næsta þannig þetta er sko út af því að við tökum alltaf upp, þú veist viku undan, þannig þú veist núna hjá okkur bara 20. nóv veistu hvað ég meina, þannig þú veist eins og helgina, þá erum við ennþá meira í jólaskapi þannig maður þarf alltaf að vera svona Ég reyndar hlustaði á gullbylgjuna, léttbylgjuna Já, jóla hún byrjar alltaf Ég held ég var að fara að segja eitthvað ég var að hlusta á í eitthvað svona jólahefður Já, ég prófaði að setja á hana og svo ég var að keyra eitthvað, ég man ekki hvert ég var að fara og ég setti á léttbylgjuna og bara jólalögin byrjuð og bara næst jólalög og svo var ég bara, ég er ekki alveg tilbúin og hlustaði ekki á leiðin heim Ég veit að maður þarf sko minnst sum jólalög það er ómikið núna finnst mér Já, þetta er svona Þannig að jólalagina, ég vil það alla daga og þá, maður er svona, ok, það er intense, það er bara svona vika fyrir jól. That's just December for you. Já, en núna, mér finnst alltaf að kveikja á Last Christmas, svona, Michael Bublé, svona létt. Oh my god, má ég segja ykkur eitt? Og ég veit ekki, en please að senda okkur DM ef að einhver out there, bara til að láta mér líða betur. Ég veit ekki hvort ég hef sagt þér þetta áður líka, en ég er The Voice fan. Ég elska að horfa á The Voice. Ég er alltaf að horfa á The Voice, bara ameríska The Voice, skilur. Og þess vegna, og við erum að tala sko, þú veist, það eru 26 seríur og ég er búin að horfa á allar og frá byrjun, skilur, bara fyrir, þú veist, 10-15 árum. Vá, hvað ég vissi þetta ekki. Og það er ástæðan fyrir því ég fór að hlusta á country tónlist, af því að Blake Shelton var dómari þar og ég var bara, alltaf svona fíla hann meira. Já. Þannig að ég er búin að vera country girl for a while. En í nýjustu seríunni The Voice eru 2 nýju dómarar og það er Snoop Doggy Dogg hann er svo ógeðislega fyndinn sko. Ég vissi ekki að hann væri svona fyndinn samt ég bara emja og hlátri og eina ástæðan fyrir Adam svona horfir á þetta með einu auga með mér stundum út af því hann er í þessu núna Já, það er bara, oh my god og svo er Michael Bublé ég elska hann og það sér hann í gangi núna þannig ég er að bíða eftir jólaþættinum hann er svo mikið að fara að taka Bublé bara með líður eins og bara þú veist allir á Íslandi elskan akkur er hann ekki með tónleika hérna? Nei, sko ég myndi mæta það væri sellout ég myndi kaupa, þú veist, ég myndi kaupa allar með hann eða 30 skilur til að fá hann til að koma Nei, hann er bara, og líka, þú veist, ekki jólalögin hans eru geðug, en pældi hvað hann er samt bara heppinn, gerði eitthvað jólaplötu og hann lifi bara á því, sko, jólaplötu, en getur ég hvað ég er spennt fyrir jólaþættinu með The Voice núna, ég er bara Þú að senda mér eitthvað svona myndbandi Já, og please, ef einhver annar er jafn mikill lúði og horfir á þetta Já, þú og Steinar saman, Steinar oft bara Já, hann er oft, sko, bara á Facebook að skoða gömul Svona Voice, svona og bara líka bara tárast með skilji, svo amerískt þetta er svo kjútt en þetta er ekki kjút, en þetta er svona þetta er alveg svona, mér finnst þetta stundum svona ekki cringe, þetta er bara svona þetta er too much, sko, þú veist, en ég elska þetta samt, mér finnst það geðvægt en vá, skemmtilegt, ég er einmitt, sko ég er svona létt byrja að hlusta á jólug þú ert líka, svona heyri ég Þú veist, maður er ekki í eitthvað svona svaka. Ég er meira svona tilbúin til að fara, ég er ógeðslega tilbúin að fara að huga skreitingum og skreita. Já, ég er sama þú, ég er svona, þú veist, ég held að gera það helgina. Já, markmiðið mitt var fyrir fyrsta í aðventu. Er fyrst í aðventu núna? Nei. Já, hann er næst. Hann er næst. You got time, people. We got time, ok. Býtu, það var í fyrra. Þannig að 29. er föstudagurinn og Já. og sem er Black Friday og svo er það hana
það ekki sunnudagur þá sem þá fyrst í aðvendi? Já, þannig þið sem eru að hlusta. Ég held það, ég er ekki að tala, er það ekki? Jú, er það ekki rétt? Jú. Ég byrju, ég veit það ekki, ok, þetta er svo ruglingslega því að ég hef eins og lendi að vera bara, já, aðvendan er næstu helgi, svo bara kom helgin, þá er aðvendan. Allir þetta í stóri. Nei, og ég svona, þú veist, mér líður þess að ég misti af fyrst í aðvendu, því ég var ekki með neitt tilbúið eða, þú veist, maður var bara svona, ég hef tíma og auðvitað finnst mér samt líka í dag, maður svona, ok, kúplum okkar aðeins niður, þetta álíka bara að vera, skilur, bara þegar þú ert tilbúið. Já, þegar þú hefur tíma líka, en mér langar svona svo mikið að þrífa allt bara, 20% allt heimilið og skreita og gera svona, þú veist, ég tek alveg niður og eitthvað skraut, gerir þú það líka? Nei, ekki skraut, heldur meina bara vasa og eitthvað. Jú, ég meira svona set upp, skilur, eitthvað nýtt. Já. Þú veist, fattur eins og hana, já, svona firm living, hana aðvendu krans, svona ógeðslega flott, svona bara kertastjaki. Já, mér langaði svo í þannig. Hann er ógeðslega flottur, ég keypti hann í beige. A beige, of course. Hann er æði og ég set svona köngla og eitthvað onni það. Nice. Hann er mjög cute. Þú ættir að kaupa hann og slökkvaran. Það er að kaupa já, hann er ógeðslega flottur, já. Ég held að einn sem ég sá á Instagram með þannig. En hérna, já, ertu ekki að taka niður, þú veist, kannski myndir eða eitthvað og setja annað jólaskraut í staðinn, veistu hvað ég menna? Ég veit ekki, ég er náttúrulega bara haldið jól einu sinni heima. Þannig, já, veist, ég hef ekkert, og þá var ég ekkert eitthvað svona brjálast, þá var nóra 10 mánaða, sko. Ég var ekki mikið í eftirtinu. Ég reyndi að setja upp jólatré. Það er mjög vel gert. Og við keyptum gerfi í fyrsta skipti núna. Ert þú með gerfi eða alvöru? Sko, ég er með gerfi, en ég er samt tím alvöru. Ég líka. Ég er bara, það er meira real. Og maður einhvern veginn svona var alltaf með alvöru þegar ég var yngri allavega og mér langaði svo mikið. Því ég var ólétt þá var ég með alvöru. Já. Svo var ég bara, ég nenni ekki að hún sé eitthvað. Það hrynur svo af þessu og vitið hverju lendum í. Hverju? Ég ætla ekki að segja hvar, fórum og ætluðum að kaupa alvöru tré á einum stað og þegar vorum bara að labba út þá hélt svona á því svona á hlið og það bara lágu svona kóngulær bara svona niður úr trénu. Þannig að það var fyrir 2 árum alveg svona kóngulóa faraldur bara í trjánum sko. Kom með einhverjum gámi eða eitthvað svona kjaftaði sko. Já, ég veit það, disgusting. En er það ekki samt svona, vá, þetta er greinlega það ferst tré? Að við vilja hanga hann inni. Good quality. Já, nei, en ég skilu það. Þetta er svona, minnst meira sko, minnst greni ilmurinn. Minnst það svona, það er svo geðveikt. Þú veist, en maður gæti alveg þessin að fara bara að þykjast að skoða jólatrí. En maður vil fá þetta svona. En ég hugsaði með þetta, maður færi kannski í eitthvað svona þannig. Það er líka, ég hugsa að ég verði með alvöru greni í svona lengju. Já, þú varst að tala að segja, mér finnst það svo flott. Sáu ég það sem ég settum á Instagram, það var svona spegill, alveg svo ég er með svona arch, skilur. Já, svona boga. Kannski sem var séðan á Instagram, ég er með svona spegill sem er svona svartum ramma og svona, ég fæ svo mikið spurningum út í spegill. Já, hvar fæst hann? Herðu, ég keypti hann á einhverju síðu sem heitir Vas. Já, og hún er ekki til lengur. Og ég fæ sko reglulega spurningar sem er svo því ég var bara, því ég leitaði svo lengi af þessum spegli og mér langar svo að vera bara, hann fæst hér en hann bara, þessi síða er ekki til lengur ekki Instagrami, ekki og þau hafa samt verið að panta bara eitthvað starra utan, þannig að ég held þú veist, ég myndi persónlega örugglega bara kaupa þetta á, þú veist ég veit ekki, Etsy eða eitthvað svona svoleiðis. En finnst það svo stór? Já, kannski ekki mála það kostar kannski sendingakostnaðurinn og það kostar alveg pening, skilur en ég veit það ekki, allavega ógeðslega en já, ég var að hugsa að setja svona greni meðfram svona boganum uppi ég er búin að sjá það á Pinterest já, og setja kannski svona eitthvað slöfu eða eitthvað já, eða appelsínur svona þurrkaðar appelsínur fattur þú hvað við? Já, ég sé bara fyrir mig allt eitthvað svona ég veit það ekki ég veit ekki appelsínu tré, veistu ekki hvað er að tala um? Skornar þurrkaðar Já, oh my god, ég var bara að hugsa um heilar. Allt annað, já, ég var að hugsa um heilar appelsínu, ég bara, vá, hvernig ætlar að halda þessu? Ég gerði það líka á pakkana í fyrra. Já, ógeðslega kjút. Ótrúlega flott. Gerði það sjálf? Reyndar ekki. Og heldur ekki, ég keypti núna, bara óvart. Það er ekkert mál að gera þetta sjálf. Nei, þetta er sko ekkert mál. Kristín vinkona gerði það mitt skar niður og sett inn í opnin og það er ekkert mál að gera þetta sjálfur. Og en ég keypti samt núna að því ég var að gera eitthvað svona lítinn pakka eitthvað svona daginn og ég keypti í söstrenni þá var tilbúin svona pakki með svona appelsínum í bara því ég hafði ekki tíma til að vera fúlan bakaðar skilur þannig að ég svona en það er líka, vá hvað það er kjút það er svona góð punktur svona appelsínum, minnst það ógeðslega sætt svona en minnst líka þess að einmitt
þú veist, mist greni líka út af því að margir svona þú veist, með alls konar jólaskraut mér finnst líka alveg bara ókslega nóg að setja kannski bara greni og einmitt svona þurrkaðar appelsínur og eitthvað svona Sko, minn jólapakki fyrra var svona brúnpappír þú veist, you know which one og svo setti ég svona rauðan velvett ribbon Hvar keyptirðu það? Söstrinni Já. Ég keypti allt í söstrinni fyrra Mér finnst svona mikið happ og glapp með söstrinni Finnst þið það ekki stundum? Stundum er ógeðslega flott borða úrvalið Svo stundum er ég bara Hvar eru borðanir? Já. Eða bara, þú veist, einmitt þess að skrautið Ég held að sé alveg sniðugt að taka svolítið núna Já, kaupa núna Já, ef þú ætlar eitthvað Af því að, þú veist, þegar maður fer eins og ég síðustu ár hefur alltaf verið reyndar ekki fyrra og ég er að segja it's a new me að vera svona aðeins meira in time með allt, skilur bara ekki að ég var alveg þorlóksmessu gjafa típan sko, þú veist, hræðilegt hversu kvíðavaldandi Nei, líka, maður er bara að búa til eitthvað stræti Já, af hverju gerir maður þetta? Það er samt svo gaman að gema eina fyrir þorlók Samt stressandi, en mér finnst það alveg næs Nei, ég fæ sko hví að kasta að hugsa út í það að ég þurfa að fara út á þorlóksmessu í kaosið Ég fæ svona, hvíð minn byggist á svona fólkist af svona þrengsli og svona mikið veistu hvað er að tala? Maður fær bara með langar heim, skilur, þú veist eins kósi og það er, sko en ég er ekki svona ég er mjög glöð að vera komið með aðeins meira plan á þetta hjá mér. Já, það er samt að hljóma vel og ætlar að gera eins pakka í fyrra. Örugglega ekki, ég væri til að pappírinn væri kannski aðeins frumlegri. Held maður að gera eitthvað svona pínöðru í sig, en ég haldi mér í appelsínunum eða þá líka eitt tip sem ég gerði líka. Ég rugla. Ég gerði líka hérna ára undan, vist ég að segja ykkur þetta allt. Já. Og tala skreytingar. Þá gerði ég sama pappírinn, brúna snuruna og hérna greni það er svo sætt lítið, bara það var með svona stóra grein og reið bara af henni setti svona milli, appelsínu og kort þetta er svo sætt perfect og einfalt ég gæti alveg gert það aftur mér finnst það líka það var beautiful bara svona einfalt eitthvað neina so aesthetically pleasing líka því að síðan geimi ég pakkana undir mínu tríu skilju eða þú veist ég veit náttúrulega ekki hvort við gera það núna því Nóra er sko she's on the age hún myndi rífa þetta allt upp sko ég var líka að hugsa núna sko og Jökull líka heldur að allir pakkar séu fyrir hann að þetta sé bara hvað var það daginn hann bara það átti ykkur ammali eitthvað hann bara Jökull opna og ég var bara, nei, þú átt ekki að pakka, nei, þú veist. Við vorum með mitt í barnaafmæli helgina og Nóra var bara að hjálpa, sko, aðstofakona er sko eiginlega ekki, þú veist, orð yfir það sem hún var að gera, sko. Hún var bara, að því hún var svona meira svona gentle, bara að opna, skilur, afmælispakkana sína og Nóra bara, og svo bara, wow, sjáðu, bara hér, og ég bara, sorry þetta er bara svona hættulegt ég var með Jökull í skírnaveislu og þá var alltaf pakkan sett svona, og það er bara, fólki er síðan að fara að opna bara á eftir því að skírnabarn er hann bara að opna núna nei, Jökull var alveg, Jökull opnaði henni og ég var bara, við vorum ángríns líka í þessari skírnaveislu, það var svo miklu muni, þá var ég alveg svona, en mitt Áslaug var ekki svona, hann var að skúra gólfið með fötunum sínum. Ég var alveg bara svona, og datt úr stólnum og prestur að tala og hann var alltaf að henda sér og slæta með fyrir gólfinu og segja hæfi allt fólki sem satt og ég var svona, skemmtilegt. Og svo fórum við til mömmu og mamma og bara, hvað gerðist fyrir fötin hans? Ég bara, heyrðu, hann var að skúra hérna eitthvað veislugólf á hann. En allavega, það var kannski ekki sniðið að geyma undir trénu. Nei. Það er kannski gott tips fyrir ykkur barnafólk. En veitir hvað mér finnst geggja? Ég á ykkur svona póka sem eru bara svona eins og söstrina eitthvað sem ég bara geymi allar jólagjafinnar í, þú veist, og það eru bara með tilbúið og þetta er bara tilbúið til að nei, geyma bara eitthvað annars þar. Ég treysti þeim ekki einhvern veginn. Nei. Trust issues. Þannig, en þetta er bara svo sniðugt að vera með eitthvað póka, þannig að þetta sé bara secured eitthvað staðar. Já. Þú veist, það er ekki litlir puttar eða, þú veist, það er líka svo leiðilt ef að, ég veit það ekki. En viltu segja eitthvað hvernig þú pakkar inn og hvernig ertu með eitthvað plan? Heyrðu, ég er búin að pakka inn, sko, ég nefnilega er eins og þú, ég elska alveg að vera með eitthvað þema og ég er alltaf með eitthvað og ég var alveg svona einu jólinn þá var ég með, þú veist, hvítan pappír og hvítan borða, allt svona white. Cute, það er very you líka. Já, það var ógeðslega cute og setja kannski eitt og eitt greni einhvers staðar. Já. Eða svona, mér finnst ógeðslega gaman fyrir krakkan að setja svona
hvað heitir það, jólasleikjupinna, hvað heitir þetta? Candy cane. Já. Þú veist, ef maður svona að fara að gefa ykkur barni, það er líka rosalega verið cute. flott á hvítum pappír. Já, og svona mjög svona jóla. En svo hef ég líka gert eins og þú, brúni pappírinn, svona band. Ég veit ekki, já, bara svona, og mér finnst það líka að geða þetta eiga það því að maður getur líka notað þetta bara allt árið, skilur. Þannig þetta er líka svona þægilegt. Ég man ekki hvernig ég gerði fyrra. Ég bara, man það ekki. En mér finnst líka sko ógeðslega flott sem mamma mín, ég man hvernig hún pakkaði fyrra, því hún notaði allt og hún keypti ekkert nýtt, hún notaði bara sem hann átti og hún svo geðveitt svona mikil fagurkeri og þeir voru bara svo flottir, hún notaði bara gamla borða, notaði þetta, bara endur nýta allt og hún er svona típan sem er bara ekki henda og hún bara straujar allan pappír og svona, þannig mér finnst það líka ógeðslega flott svona og ég er búin að sjá það mikið á Pinterest líka að vera bara með svona alls konar pakka. Hvað er þetta eitthvað svona mömmu þing? Amma og mamma gerir þetta báðar, sko. Það? Nei, bara, þú veist, ég hef opnað mínar gjafir þegar ég var barn, ég man bara eftir og mamma bara komið með aftur með borðan. Já. Skilur, þú veist, að því hún ætlaði bara að nota borðan aftur, skilur. Hún var bara, þú veist, og bara svona ekki rífa þetta, skilur. Þetta er bara, og oh my god, já, mamma sagði svo oft með, neina að opna þennan fallega, ég ætla nefnilega að ég var lítið, bara eitthvað, passaði þig. Já. En mér finnst það líka ógeðslega svona skemmtilegt og þess að segja, þú veist, eins og við elskum hennar brúna pappír og þetta band, þú veist, það er eitthvað sem maður áoft líka bara til hjá sér, þannig mér finnst það ekki cute og henda bara einhverju svona, eins og þeir sem horfa þessum berjum með, skilur það, en ég veit ekki, ég held sko, ég keypti svona ógeðslega sætan pappír núna, sem ég ætla að nota. Ég sá það með hjörtunum. Já, úr IKEA, ég keypti með svona hjörtum, sem er reynda bara brúnn, með rauðum hjörtum, en ég er bara svona ákveð hvernig borða ég ætla að hafa með. Mér er svolítið too much að vera með rauða, kannski. Ég veit það ekki. Mér finnst það mega svona rauður svona velvett. Já, eitthvað svona flauel. Eitthvað svona að vera smá kontrast, já. En mér finnst það, já, mér er samt eitt, ertu samt ekki sammála, að þú svona, ég er alltaf bara, ok, ég ætla að gera þessa borð, pakka svona inn, gera þetta ógeðslega flott, svo er ég búið með kannski 1, 2 og ég bara, maður gæti þetta gæði. Svo er ég bara, minn almáttur. Mennur ekki meir? Nei. Þú varst ekki þú sem borgaðir einhverjum? Nei, pabbi. Já. Pabbi bara gerði þetta eitthvað 2-3 ári röð eftir hann fyrir svona, hann var einn einhver nokkur jólin skilur og þá Já. Hann bara, þetta er þessari þjónustu. En ég hugsaði, hvar finnir maður, enn sniðugt? Mér finnst þetta að mamma væri örugglega til að vinna við þetta. Já, ég segi það eru mjög margir sem væri örugglega til að taka að sér og ef einhver er að senda okkur, ef þið vitið eitthvað sem er að taka að sér það er skemmtilegt. Að vita af því er alveg skemmtilegt, sko. Mér finnst þetta líka, sko, en þú veist, þess vegna er ógeðslega gaman að pakka inn, en svo þetta ákvæmst ekki 10. að pakka, þá maður, þú veist, ég veit ekki, stundum finnst mér að pakka inn, en þetta er gaman í svona, en líka, þú veist, í smástund. Maður gerir þetta svona, ég ger þetta fyrir þá svona sem munu appreciate it, ég kaupi líka póka, sko. Já, ég það er þetta hags. Ég kaupi póka og svo fyrir systur mínar. They do not give a flying, sko, hvernig ég skilur Já, þær eru nefnilega ekki kunna með það. Þær kunni ekki að meta, þannig að þær fá póka. Nei, þær fá póka. Það er reyndar gott tips líka, að, þú veist, kaupa bara svona, ég keypti líka eitthvað tíma bara brúna póka mitt, allt eitthvað bara svona brúnt pappírs, og ég setti bara eitthvað svona klemmu á og greni og þá var hann bara ógeðslega sætur. Já, það er bara mjög cute. En ég fekk líka eitthvað tíma frá Letterpress, ég veit ekkert, þetta er ekki ölsöngað neitt, ég man bara ekki þeir voru eitthvað tímann, fekk ég svona gjafakassa, ógeðslega sniðugt, með jólapappír, brúnum pókum, velveitt borða og bara allt, þú veist, til þess að innpökkuna kit. Já, það er sniðugt. Ég væri alveg til, ég myndi alveg, þú veist, ég veit ekki hvort þið séu með þetta lengur, og það var svona, æfattari Letterpress sem er svo falleg, svona, veist ekki hvað fyrirtækið er, svona falleg kort, þannig maður fekk allt svo ógeðslega flott og eitthvað, þannig business hugmynd fyrir eitthvað að gera eitthvað svona pökkunar og vera kannski með nokkra valmöguleika fyrir þá sem að svona stíl já, geðveikt en veistu hvað, talandi um svona pakka og eitthvað við ætlum samt í næsta þætti í svona meira jólagjafa hugmyndir en mér langar að segja sko það við erum alltaf, ég er svo ánægð með nýja samstagssalina okkar húðlæknastöðin ég er að missa mig ég er svo spennt af því þetta er líka svo hversu geggja þetta er bara svo mikið við eitthvað já, love me og
skin treatment. Getum ekki að tala svona. En þú veist, svona húðmeðferðir og líka bara sérstaklega okkar aldrei, þú veist, og bara svona, þú veist, ég bara obsessed af öllu svona sem lætur mann líða vel og líta vel út og allt þetta skilur, þú veist, bara sko, look good, feel good er alveg ángríns. It's a thing og líka bara, það er svo gaman líka að gefa, þú veist, einmitt gjafabréf þótt að, þú veist, það er alveg gaman að fara að kaupa eitthvað og gjafur svona, en mér finnst gjafabréf og sérstaklega á húðlæknistöðinni því að þetta er líka svona, þau leggja svo mikla áherslu á að það er bara svona gæði í gegn, þú veist, það er allar meðferðir sannreyndar hjá þeim og það er allt svona, þú veist, í örugum höndum, þannig, þú veist, þetta er svona, þú veist, að gefa alveg svona luxus. Já, bara húðlæknar skilur, og þetta er bara, þú veist, það eru læknana, það eru ekki, því að mann er langar alveg líka að vekja athygli á því að kynna sér rosa vel, þú veist, því að það er, Þú vilt ekki fara hvert sem er í svona, sko, þetta er alveg svona, en ég er nefnilega svo spennt, sko, ég ætla að segja frá meðferð sem ég væri til að fá í pakkan, sko, það er Hydra Facial, hefur þú prófað? Reyndar ekki. Ég mjög forvitin samt. Mér langar líka mjög mikið. Þetta er sko, ég ætla bara að lesa fyrir ykkur. Meðferðin er margþætt, ég ætla ekki að lesa allt, og þetta er bara hendar, þú veist, fyrir alla og öllum aldri og þetta tekur bara svona 30-45 mínútur. Þannig að þetta er svona næs og það sem þetta gerir er að þetta er að djúprensa, losa þetta húðfrumur, jafna litabletti, sóttrensa róar, gefur ljóma, efli kollagen, eigur teygjanleika, dregur öldrum og umhverfisáhrifum og gefur raka. Þannig að þetta er bara svona, mér finnst þetta bara svona fullkomið fyrir hvert sem er. En Hydra, er þetta ekki bara svona raka bombu facial? Jú, en þetta er samt líka náttúrulega svona að hreinsa líka, sem geðveikt. Þannig þú gætir, þú veist, gefið mömmunni eða ömmunni eða, þú veist, þetta virkar fyrir alla. Þannig, og ég mæli bara með að skoða meðferðina á síðinu, minnst það ógeðslega flott síða og aðgengileg, þannig þetta er bara, við mælum mikið með og við ætlum bara að skella okkur í eitthvað dyggur, kannski jóladyggur. Förum saman í jóladyggur. Já, förum saman. Það væri mjög gaman að fara saman. Við ætlum að gera eitthvað næs. Ætlum við fyrir svona para svona hlið. Á ég að segja þess að það eitt vinkonum mín, oh my god, ég vorkenni svo vinkonum mínum að ég sé með podcast, sko, en ég er aldrei að nafngreina neitt, en allavega út eftir seinum þátt var ég alveg bara svona, ég sagði þeirna mjög djúsi sögu, þannig þeir sem er ekki bara að hlusta með hendi ykkur yfir Ásturs Horfum man ekki alveg að ég vinkonum minn hendi í stóri, já guð en ég allavega önnu vinkonum mín, hún var eins og á Bali held ég minni mig, eða eitthvað staðar í Asíu og hún fór í svona meðferð, ætlaði svona að degra við sig, eða vinkonu hennar, og svo ætlaði hinn í vax, þú veist, á bikinisvæðinu. Og þær voru bara svona settar saman, hlið við hlið. Nei. Jú, og þær voru bara, þú veist, ég man ekki vinkonum sagði bara, þetta var það skrítnasta, og gellan var skilja vaxana, ekki vaxana, með svona hef ekki séð með svona bandi. Já, svona tweets. Og vinkonina bara svona að reyna að vera í degri við hliðinu og hinn alveg svona taka skilu hári. Þetta hefði maður ekki sleppt þessu. En þetta var skilu í svona, þær náttúrulega skildi ekki ensku. Þetta var svona mesta meðvirkni svolítið svona, við saman. Með hausinn í hináttina. Nei, þetta var sko, þær voru bara hlið við hlið í ógeðslega mismunandi meðferðum. Þannig ógeðslega skrítið. Það er eins og bara eitthvað, einmitt, ég var í laser bara byggjum þú að reyna að vera í Hydra Facial bara eitthvað. Það er fucking hræðilegt. Þannig, en vonandi kannski eitthvað að kæra og para við hlið. Sko, við settum einn spurningaboks og margir voru svona forvitnast okkar hefðir. Þú veist, bæði bara í kannski, þú veist, eitthvað svona gaman að heyra svona æsku eða bara nýjar hefðir. Já. Þannig, vilt þú ekki bara byrja? Hvernig var æskan þín? Ástrós. Oh my god. Hvernig var sko, þetta? Mér finnst svo fyndið því að jólin mín eru búin að breytast svo oft. Skilur, þau koma í svona, þú veist, það var, fyrstu árin var ég alltaf hjá og afa með mömmu, síðan var þetta bara ég og mamma heima, skilur, og amma kannski kom og afi, skilur. Já. Þannig að það var svona, og svo síðustu 10 árin var ég hjá systir pappa með pappa mínu, skilur. Eða þú veist, ekki kannski síðustu 2-3, en þú veist, svo síðasta áratug lífin var ég alltaf með pappa hjá systir pappa. Geggjað samt. Þannig að svona núna einhvern veginn í hausnum á mér eru það svona hefðirnar, skilur, þú veist, þegar við vorum þar og allt sem fylgir því, en og svo nýja núna í dag er að við vorum 3
eða þú veist, mamma var hjá okkur endal og við vorum 4. Já. Bara ég, Adam, Nóra og mamma. Æ, það er ekki. Og þetta var svo næs. Ég veit ekki hvort það er ykkur að hlusta sem hefur, er eitthvað svona veltaði fyrir sér, hvort ég vera heima eða ekki. Bara do it. Ég bara, við prófum þetta fyrsta skipti fyrra og bara I'm never going back, sko. Vá, það segja svo margir, never going back, bara þetta var svo yndislegt og svo hversu dýrmætt og veist, ég hugsa bara, oh my god, við erum veist, ég horfði á Adam, ég fór ég bara gráta ég bara pældi, nú erum við bara að búa til hennar æsku minningar af jólunum skilu, þú veist, fattur hvað við og bara, hvernig ætlum við að hafa þetta hvað hefðir ég að gera, hvað eigum að þú veist, þetta er svo skemmtilegt og bara svo, hvað langar okkur að gera langar okkur að kirkju, langar okkur að gera þetta langar, skilur, það er svo mikið, þú veist, maður svona gaman hvernig ætlum við að byggja þetta, skilur, hjá okkur núna, því nú er þetta bara svona nýtt tímabil í lífinu, skilur þannig að já, en hjá mér er þetta alltaf svona, ég tengi jólin alltaf svo mikið við mat, ég veit ekki, þú veist hefðir hjá mér er svo mikið bara eplaskífa. Hvað sagður þið? Eplaskífa. Já. Eplaskífa. Eplaskífur. Já. Og hvernig, segja okkur, hvað er það? Það er best í heimi, ef þið hafið ekki smakkar eplaskífur. Þá do it. Það fannst í IKEA, ég kaupi alltaf IKEA á þessum árstíma allavega. What? Hvað? Já. Og þú setur flossykur á diskinn og sultu og svo ertu bara að dýfa þeim í það. Þetta er danskt sem sagt og ég bjó í Danmörku sem bad frá 10-13 ára og þá var þetta bara svona er þetta bara eitthvað svona þetta er bara, þú veist, það fara allir til Danmörkur og fá sér eplaskífur, skilur, þú veist, eins og þegar við Adam fórum í fyrra jólin, þá fórum við til Danmörkur og það var bara, þetta er bara allt, skilur. Og byrju, er þetta, þú veist, er þetta bara epli eða er þetta eitthvað bollur? Nei, þetta er bara svona bollur. Engin epli, ekkert eplibræði þessu allavega. Og svo ertu bara að dýfa þessu í flossykur og sultu. Það er rosa dans. Þetta er geggjað. En gaman að taka líka það sem hefði með. Já, ég hef alltaf gert þetta og þetta fæst í IKEA. Vá, skemmtilegt. Ég ætla að kíkja. Ég setti þetta í story í fyrra mitt. Það var svo margir sem að búi í Danmörku eða eitthvað svo dans sem voru bara love, skilur. Vá, hvað það er skemmtilegt. Já, þannig að ég mæri með að hafa það til á heimilinu yfir hátíðarnar. Vá, mér staðilega skemmtilegt líka að heyra því að þú veist, það er svo gaman að ég hef aldrei heyrst þetta. Eða, þú veist, örgulega algengt einmitt í Danmörku, skilur, en gaman að þú tókst það með. Mjög fylgir mér í dag, sko. Það er alltaf öðru sem hefði líka. Og líka bara, þú veist, langar að gefa Nórita og henni finnst það gott, skilur. Kannski ekki alveg strax en svona. Er þetta rosa sætt bara? Nei, já, það er alltaf skilur eitt og eitt, ég veit það ekki. Er það ekki? Mjólin, I don't know. Ég get bara 2 sleika í gerð, sko. Ég bara... Já, ég veit það ekki. Já, ég veit ekki, sjáum til. Allavega þetta er eitthvað svona sem við fáum okkur og svo náttúrulega bara grálaxinn og ristabrauðið. Hvað er maður að gleyma því? Ég veit það. Og líka bara hversu erfitt að vera ég var ólétt yfir jólin til dæmis. Ég var sett í febrúar og var ólétt þarna yfir jól, skilur. Það var alveg challenge, sérstaklega út af grálaxinum og því, sko. En ég meina, þetta er svo fljótt að líða, skilur. En ég man bara, þú veist, þegar maður er svona kassa óléttur yfir jól, þá maður bara, mér langaði ekki, ég hef aldrei langað svo mikið í grálax á ævi minni. Já, þú veist, þetta er svona þannig að þú mátt ekki fá hann. Maður var bara, svo mann ég var svona mikið vegan, var það ekki, sást ekki eitthvað smakkaði eitthvað? Já, það er ekki... Not the same. Nei, ég keypti eitthvað grálax sem ég mátti fá og bara, ég var bara, frekar sleppi þessu. Ég er ekki svona alternative manneskja. Nei, líka þetta er ekki það sama. En ert þú bara bónusgrálaxsósan eða ertu svona luxusgrálaxsósan? Luxus. Oh my god, fyndi ég elska hana líka, sko. Já. Ég elska luxus, sko, það er mjög gott. Og svo var líka svona, svo er ég með hefðir að gera, þú veist, laufabrauðið. Það? Já, ætlum að gera það hjá reyndarskot svo fyndið. Þú náttúrulega þekkir mig ágætlega. En þú veist, og ég held að kannski sömur hvernig farin að catch on hlustendur sem að ég er ekki svona föndur dúli-dúl típa sem er ótrúlega sem kom mér ógeðslega mikið óvart þegar við vorum að kynnast ég held svo mikið og væri svona við fórum eitthvað Chanel-mast að mála mynd og ég held að það væri svo mikið your era að vera bara svona þín deild sko. Fuck no sko ég held að þetta spil ekki inn í svo óþolumóð ég er ekki svona eitthvað chill eitthvað ég veit það ekki ég fæ allavega ekki svona þú bara kontur þetta lögur bara hendi í pottin ég fæ ekki rót nei þú bara stressa eða þú veist það ég fæ bara svona og líka bara svona þú veist
ég veit ekki, þú veist, þeir sem er að skera þér laufabrauð, þú veist, þú kannski annarkvort að skera það eða með svona rullu sem fer svona yfir og, þú veist, þetta rifnar alltaf og ég verð alltaf bara eitthvað pirruð og ég verð bara eitthvað svona mér finnst þetta, ég er bara I'm there for a glass of wine, the music and the company. Já, ég hef reyndar sko tvisvar sem gert það ef vinkona mömmur að norðan. Erst þú að norðan? Já, fjölskylda mín norðan, það er alltaf laufabrauð fyrir norðan. Já, út af því að þetta sko, ég er að austan eða eitthvað, ætti að fara að Djúpavogi eða eitthvað. Þetta er rosa mikið svona bara, ef þú ert frá norður hlutanum, þá er þetta laufabrauða stemmingi þar, þannig ég hef aldrei gert þetta er mjög gaman. Ekki? Ég hef aldrei þetta er svo allir gera þetta. Ég hef ekki, þetta er ekki minni fjölskyldu. Ok, já, þetta er svo misjafnt. Þetta er svo misjafnt. Þess vegna var ég ekki allir að fá sér eplaskífur og gera laufabrauð. Já, þess vegna er þetta alveg oft gaman. Ég gera það ekki. Já, laufabrauð. En núna ætla ég að gera þetta hjá systur pappa, því nú erum við hægt að vera hjá þar á jólunum, skilur. Og við vorum svona, við þurfum að vera með eitthvað saman, skilur. Þannig að við ætlum að gera laufabrauð og gera, maturinn er alltaf þess að þannig að við erum, hjá systur pappa var þetta alltaf humar í forrétt og hreindýr í aðalrétt og svo einhver svona súkkulaðimús í desert eða eitthvað svona næsi. Hvað gaman að heyra, þú veist ekki með það basic. Nei, þetta fyrir mér er bara, það gerist, það er ekkert betra. Þetta er ekki svona jóla, þetta er bara the best, þetta er það sem okkur finnst best. Það var eitthvað svona hreindýr eða dádýr og ég verð að segja, dádýr er eitt af besta sem ég smakka. Ég hef ekki smakka. Sem er so sad. Af því að þú veist, it's Bambi. Já, en svo er alltaf ég veit það, ég var bara svona maður má bara ekki ég veit það, ég var svona ok, þetta var bara það, þetta var bara eitt besta kjöt sem ég fengið, sko. En við erum með alltaf svona rauðvínsperur með þessu. Með Mér líður eins og þú sé þetta upplega gett fram að ég er bara svona, hvað jólin er eitthvað rauðvínsperur best ég hef ekki smakkað heimi og ég og Sigrún ætlum að gera það sem sagt með laufabrauðinu. Er það frænka þín? Já, það er frænka mín. Og þú hittir hana í opnunarpartíinu minni hana. Já. Og við ætlum að gera sem sagt rauðvínsperurnar með laufabrauðinu, en hún gerir það eiginlega bara og ég fæ að taka þær í box með þannig ég sko komið fyrir henni að kenna mér að gera þær. Svo kom ég og við vorum bara að spjalla og hún bara láta henni valla og svo bara setja ég svona og gera svona og ég bara, svo var hún bara, viltu ekki bara taka í box? Ég bara, jú. Þannig að ég var eiginlega meiri andlegu stuðningur, sko. Og svo kom ég heim og sagði að Adam ég hafi gert þetta. Nice. Þannig að þú veist, eins og ég hef gert eitthvað í eldhúsinu, sko. Ég elda ekki fyrir að sko Adam eldar þetta allt. Ég sker kannski í salatið eða eitthvað, skilja. En verður hann ekki líka standið við nafni, eða? Jú. Matan Adam. Ég held að hann er alveg búin að koma sér í þetta sjálf, sko. Hann er bara, sorry, kallum minn. No going back, sko. En oh my god, það var spennt. Það er þetta geggjað. Og svo er þetta svo fyndi, það er bara allt svona, ég veit ekki þetta er allavega svona það sem við borðum, skilur, svo hittust við alltaf á aðfangadagur er svolítið svona hefðar, skilur þá hittust við alltaf í kirkjugarðinum og förum til ömmu og allt þetta, skilur og síðan eftir það fer ég til pappa í svona möndligraut, svona rísalamann og það er svona hver fær möndlina og hver pakki og eitthvað. Svo fyrir við bara heim og græjum og gerum fyrir jólin og ég er svona, mér langar að reyna að koma inn að fara í kirkju núna. Ég gerði náðum ég ekki fyrra. Það er ekki geggjað. En ég er svona, Adam þarf að elda og ég er svona eitthvað, hver er lausnin? Mér langar að fara, ég er ekki fyrir einu kirkju í jólunum. En er kirkjan ekki snemma? Hún er sko meira segja fíla og þá er hún sko 4:30. Sem er geðveikt. Já, það er enda kannski allir læg. Þannig að hún komin heim fyrir 6. Já, býtu, vinkonum mér fór alltaf í kirkju. Þau fóru alltaf klukkan 6. Já. Sko 6 er alltaf, það er svona, þjóðkirkjan er alltaf klukkan 6. Já. En mér finnst, það er mjög hátíðlegt að fara í kirkju. Mér finnst það mjög fallegt. Já, ég myndi örugglega, þú veist, mér finnst það mjög, en einmitt, ef maður ekki vanuð í, það er óslega erfitt fyrir mig að fara, þú veist, koma því inn í, mér finnst eins og þeir sem eru að elda eigi ókslega erfitt með það. Já. Nei, ég er að elda. Já. Bara, þú veist. Það er bara svolítið þannig. Þeir sem eru að elda aðfangadag eru bara stikkfrí allan daginn, sko. 100%, sko. Já, ég er náttúrulega, þetta er bara svo fyndið. Maður heldur allt sér svo basic, sko. Eins og með laufabrauð, ég er ekkert, þú veist, ég er bara tvisvar gert það, sko.
Það ekkert hefð hjá mér eitthvað laufabrauð eða neitt. Nei, já, þetta er svo fyndið. Ég elska hvað ég er að sjokka það þig, sko. Já, og líka bara, þetta er svo misjátt líka bara eftir, þú veist, fjölskyldu. Þess vegna er þetta svo skemmtilegt. En, mér finnst þetta svo laufabrauð, sé bara eitthvað. En reyndar, einmitt þú sagðir, ég fór alltaf þegar ég var yngri, ég var alltaf hjá mafa, þá fórum við norður og gerðum laufabrauð þar. Já, hvað það er næs. Þannig að það er kannski eitthvað svona norður. Þetta er bara norðan, held ég. Ok, ég vissi það ekki. Ég held að það væri gert. Allir í minni ætt, það gerir engin laufabrauð. Þetta er ekki til, sko. Ég vissi ekki eins og þegar ég var lítil, þá vissi ég ekki að þetta væri þeng, skilur. Því að þá var engin samfélagsmiðlar en neitt. Þannig núna í dag sér maður svo marga vera. En ég var alveg bara, vá, ég held að þetta væri bara eitthvað rosa spes hjá vinkonur og mömmu, bara að gera sitt eigið laufabrauð og eitthvað. Já, þetta er samt ógeðslega næs. Þetta er ógeðslega næs. Maður situr bara eitthvað að spjalla. En ég er alltaf að gera kannski tvö, sko. Ég er bara... En svo er þetta, ég man að hún var með eitthvað svona hangikjöt. Þetta er líka bara, þú veist, fólk var að hittast að borða, gera laufabrauð og, þú veist, en ég er með bara eitthvað, þú veist, þetta er ekkert inn í minni fjölu, sko. Já. Þetta er svona helst að ég minnst bara að tala um mat hérna bara. Já, en það er svo ógeðslega gaman að heyra, sko, jólamat hjá öðrum, því að það er líka svo mikið svona, þú veist, bara mismunandi, sko. En ég segi, ég er mjög spennt að búa til einhver svona nýjar hefðir. Ég held að þetta veri líka svona eitthvað að gefa nógur að færa að opna eitt pakka fyrir matinn. Ég man mjög eftir sterta til því þegar ég var lítil. Að ég fekk alltaf að opna eitt pakka fyrir matinn. Mér varst það geðveikt sport, sko. Já, við fengum það líka. Mér varst það geðveikt. Já, það var rosa spennandi. Já, alltaf eitt fyrir, þú veist. Alltaf eitt pakki. En mátti aldrei opna fyrir mömmu og pappa. Nei, já, við líka. Það vera svona frængur eða eitthvað. Já, við opnaðum eiginlega alltaf eitthvað og þú veist, það var svo spennandi að fá að opna eitt pakka og svo bara... Og það voru líka allir svona aðeins rólegri fyrir matinn. Getur ímyndar að vera barn og, nei, sko, vera fullari með börnin bara á kantinum, bara að pissa í sig fyrir þessum pakkum. Ég man líka að við höfum engan áhuga á matnum. Þú veist, núna er ég að býja til að það detti inn. Við vorum bara, hvernig er búin að borða? Já. Þú veist, en þú veist, mamma og pappi bara, þú veist, mamma og pappi voru alltaf gett bara, við ætlum að klára að borða, svo göngum við frá og svo opnum við. Eitt sem ég verð að spyrja ykkur. Ok, eru þið tilbúin? Mér langar svo að vita, er þetta hjá þér þannig? Hvernig er þetta hjá þér? Spennt. Ég get ekki tala. Ég er búin að segja þetta svo 5 sinnum. Þú veist, I need a minute. Ok, ég datt út. Já, bara... Are you okay, eða? I don't know. Viltu vatsa bara? Nei. Okay. Hvernig er það hjá þér með pakkana? Er einhver einn að lesa á kortin og bara einn í einu að opna pakkana? Eða, þú veist, eru allir með einn pakka? Þú finnur pakka fyrir hvern og einn og allir eru að opna sama tíma og svo sjá hvað ég fekk og svo næsti. Mér finnst það persónulega eina sem í boði. Allir fá sinn pakka? Já, hvernig ertu einn í einu að opna pakkan? Nei, það er sko geðveikt svona hjá mér, það er einn sem les á pakkana og það horfa allir á manneskjuna sem eru að opna pakkan, veita henni athygli, allir fá að sjá hvað hann fær. Nei. Jú, það er þannig. Nei. Jú, það er þannig. Nei. Og það er allir bara, maður sjá og það er bara tekið moment og það er alltaf þannig. Sko. En þá ertu bara í 3 tíma að opna pakkan? Við erum bara í 3 tíma. Oh my god. En þú veist, það er öðruvís en alltaf kannski ekki ég var lítil, en sko, núna er það bara þannig og það er bara, þú veist, og það er bara, þú veist, ef þetta er pakki frá mamma og pappa, þá bara, þú veist, ég þarf náttúrulega eðlilega, fara að knúsa mamma og pappa og það gæti svona, þú veist, líka ég er svo spennt alltaf að sjá svipin á öðrum, ég er búin að velja gjöf og það er allir bara bíða, og svo ef amma minni hjá, þú veist hvernig svo ömmur eru bara, má ég að finna þetta og hvað þetta er flott, hún starta þessu upp og þú veist, þetta er bara, já, við erum með þannig, það er bara einn í einu, sko. Wow. Já, það er bara, það er einu, sko. En sko, ég skil alveg, þú veist, mér finnst það kannski öðruvísi eins og núna þegar við erum svona fá, en það eru svona margir. Já, ég veit það. Við hefum alveg verið, þú veist, 6-7 eða eitthvað, og þá er maður bara, oh my god. Það er reyndar, það þarf að vera eitthvað pínu rotation á þessu, sko. Já, ég skil að það eru of margir, en ég hef alltaf bara verið heima með mamma og pappa um jólin. Bara við fjölskyldan, amma hjá okkur önnur hver jól og sagði að frændi minn var líka, þú veist, hjá okkur stundum í jólin, en annars voru alltaf bara við 5.
þú veist, og við bara svona jólin alltaf eins, gera alltaf sama, þú veist, bara svona, þannig þetta svona, já, þannig ég hef alltaf, þú veist, ég hef aldrei upplöfað að vera kannski með ykkurum fyrir ég byrjaði, þú veist, með Steinar og byrjaði að upplifa jól með honum, þannig, þú veist, mér fannst bara svo basic þegar við erum bara, skilur, mamman og pappin og 3 börn, skilur, og svo kannski segja frændi minn eða amma eða eitthvað, þú veist, þá það eitthvað, já, þá erum við 6, þannig þá það svona, þú veist, en ef við, þú veist, eins og ég fór með Steinar jólin, við vorum bara 12 eitthvað, það var bara, þú veist, þá var ég bara, þá var eiginlega bara hérna pakki, já, en ég fannst það smá svona fyrir mig, mér fannst það alveg smá leiðildi að svo kannski mamma að opna ykkur pakka, eiga eitthvað svaka moment að tárast yfir ykkur gjöf og það bara, hérna næstu skilur, mér finnst það svona, reyndar. Þú veist, þú þarft svona aðeins að leyfa fólki líka, en ég skilfa samt líka, þú veist, krakkan eru bara næsti, en þegar þetta bara fullur fólk, þá svona, þú veist, þá getur maður alveg beðið bara drukkið kaffi og bara, þú veist. Ég alveg þar samt, sko, þegar við erum svona fá, en ekki kannski svona. En ég skil það ekki hægt eitthvað svona margir. Nei, svona, já, ég veit það ekki. En svo, þú veist, já, og svo þetta bara eitthvað, en ég veit það ekki, ég bara svona, þetta ógeðslega fyndið því að, þú veist, bara, þú veist, þegar maður lítill, þá heldur maður að jólin sé eins og öllum. Ég veit og ég var með því að, þú veist, eins og vinkon mín fyrir til frængu sinna og bara með 30 manns, þú veist, þetta svo mismunandi hvernig fólk ég hef alltaf bara verið með minni fjölskyldu og bara alltaf rosa svona, þú veist, það má ekki breyta neinu, sko. En, annað. Fjölskyldan þín svona við verðum að borða klukkan 6. Bara sita allir við mataborðið og hringja inn í jólun. Og það alltaf kveikt á Rás 1 eða eitthvað, hækka í sjónvarpinu, allir að hlusta á jólin, hringja inn og það fara á milli allra og sagt gleðileg jól við alla, svo sitast allir mér að fara. Ég bara... reyndar, maður segir gleðileg jól þegar hringja á klukkan 6, en þú veist, við erum að borða svona 8. Já, það bara á slæginu og allir tilbúnir. Allir farnir... Við borðum klukkan 6. Það bara, forrétturinn klukkan 6. Það rosalegt. Allir búin að fyrstustu, allir búin að gera sér til og það allir náttúrulega bara, við erum bara, það allir í bara sparikjólnum og jakkafötunum og öllu og við stöndum svona og það allir svona, það þvílíkt moment þegar klukkunar hringja og kirkjuklukkunar og það bara... Þú veist, þessin bara, það ógeðslega mátta mamma mín mjög trúið og svona, þannig það ógeðslega svona stór partur að ég heyra og það allir svona, þú veist, knúsast allir og það svona moment bara gleðileg jól, þetta rosa svona Standi ég bara í röð tilbúin bara. Nei, það allir bara, en auðvitað við erum ekki bara eitthvað svona tilbúin, en oft það þannig að allir bara svona, ég bara með rullur í hárunum og allir bara niður og svo bara, og allir bara, gleðileg jól og það svona, ég kann ekki að lýsa þessari tilfinningu. En ég samt sammála klukkan 6, ég fæ alltaf svona, það komin jól og heyr eitthvað, gleðileg jól og kissast allir og svona, það líka alveg mér, hefur alltaf verið þannig, af því alltaf klukkan 6 eru jólin, skilju. Og þú hlustar á líka kirkjuna, það ekki? Já. Mér finnst það svo hátílegt. Já. Hvað segir hann eitthvað? Guð spjalli tala. Já, og eitthvað svona. Svo segir hann eitthvað. Já, ég man það ekki. Og svo segir hann gleðileg jól. Já, þetta best. Og líka, veist, ég elska þegar jólin, svona aðfangadagur ef það kveikt á sjónvarpinu, eða jóladagila, þá alltaf gleðileg jól frá, þú veist, bara æskilu fullt af fyrir þegar ég segja gleðileg jól. Ég elska, en já, ég held að jólin var svona öllum öðrum, en við erum alveg, mamma mín og pappi alveg svona, ég bara, það borðað klukkan 6 og það sama ég það alltaf humarsúpa, hamborgarhryggur, eins og hjá öllum Íslendingum og ég elska og það má ekki breyta því og eplasalatið. Eru þið ekki með Valdórsalat eða eplasalat? Sko, það var alltaf hjá sýstu pappa, hún gerði alltaf Valdórsalat, en það borðaði enginn nema hún og pappi. En það þau ólust upp við þetta. Já. Og ekki við erum bara eitthvað, Nei, sko, eplasalati, pappi nefnilega gerir ekki svona twist. Já, með eplum í og svona, bara með svona walnuts og eitthvað svona. Já, það ekki, þetta basically bara eplasalat. Og rjómi. Og það má ekki setja selleri eða valneti, því við borðum það ekki eitthvað lítil og það má ekki breyta núna. Það verður bara að vera alveg eins og brúnlegu kartöflunar. Pappi verður að gera þær í kekkjum, því að ein jólin, þú veist, hann gerði alltaf með kekkjum, því að hann var bara að læra elda skilu ungur og það verður alltaf að vera kartöflunum með kekkjum í, og þetta rosa, við erum sko, og það alltaf það sama, það má ekki breyta neina á jólum, nei. Það samt svona, það má vera
þá. Þetta bara einu svona ári, skilur, þú veist, líka því hvenær maður eitthvað, þú veist, líka það er einu svona ári sem maður fær líka eins og hjá mér til dæmis, þessi máltíð í þessari röð. Þú veist, þetta er bara eitthvað allt annað, skilur. Þetta er bara líka svo hátíðlegt, en reyndar eftirrétturinn, við vorum alltaf með náttúrulega jólaísinn, mamma gerði hann alltaf, en svo endaði með þannig að, þú veist, enginn og bara byrjar að gleymast ísinn æskilu, voru allir svo sattir og líka bara, af hverju með desert á jólunum? Ég skil ekki. Hérna kemur jólaísinn. Og sko þegar ég var lítil, mamma gerði alltaf rísala mann. Já, það er heavy, sko. Það er sko heavy. Það er nefnilega heavy desert, skilju. Þú veist, ég vildi alltaf fá möndluna og eitthvað, skilju, þú veist. Mér finnst það líka, það er... En ég var ekkert að keppast við þetta, svo fyndi, ég fekk hann alltaf, ég var eina barnið, skilju. Fekkst hann alltaf? Já, eina barnið. Ég er enga barnið bara, þú veist, hjá mömmu, alltaf hjá mömmu jólunum, það bara, auðvitað fekk ég mönduna, skilju. Og ég elska það. Þetta var ekkert eitthvað svona spurning, skilju. Og ef mamma eitthvað fekk hana, ég held að það kannski gerst eitthvað nokkuð og þá fekk ég svona pakkan, sko. Já, vá hvað það fyndið. Það er, ég nefnilega ólst heldur ekki upp við eitthvað svona möndlugraut. Ég er ekkert, kannast ekkert við það. Já, það er mjög skemmt. Já, en við gerðum bara í desertin. Þá er sett eitthvað svona, og það er oft eitthvað borða óvert, þessa möndlu í ísnum. Það er enginn veit ekki, það er enginn möndluna. En það er alltaf spil sem er úrslega gaman. Já, það er líka alltaf, þegar við förum á daginn, það er alltaf eitthvað svona fjölskylduspila, eitthvað skemmtilegt. En jólir eru mitt bara, þú veist, svo mikið bara, ég veit það ekki, þetta er svo fyndið, maður heldur einhvern veginn að allir gera það sama, svo er það bara eitthvað svona, en mér er mjög basic, bara mjög basic sem við borðum og það er alltaf bara, En ert þú með eitthvað svona skemmtilegt? Að því mér finnst svona, þú veist, að því maður er kannski með svona sína hefðir og allt það, en ert þú með eitthvað skemmtilegt að gera, þú veist, í desember, einhverja hugmyndir, og því núna er ég sem einmitt á þessum tíma að byggja upp nýjar hefðir og það eru örugglega margir kannski á sama stað. Já, það voru líka sko einhver sem spurði mig eitthvað svona activities, eitthvað skemmtilegt að gera með börnunum. Sko, eitthvað sem allir verða að gera og það er að fara í jólabæinn minn, Hafnarfjörðinn. Já, Jólaþorpið, Hellisgerði sem er bara annað rétt hjá og það er bara ángríns, það er svo geggjað að fara og bara svona það er svo mikið og það er líka skautasvell og... Hvar er það? Það er bara hjá bókasamni, það er bara í miðbænum, sko. Já. Það heitir Hjartasvellið og það er bara alls konar og það er líka svo skemmtilegt og alltaf eitthvað að gerast, sko. Mér finnst það mjög skemmtilegt, sérstaklega líka með svona litlum að fara að sjá, þú veist, ljósin eitthvað bara að dimma í Hellisgerði, það er geðveikt. Það er mjög cute, ég farið á þau, sko, og Jólaþorpið líka. Það er geggjað, en það er náttúrulega, og svo finnst mér núna, sá ég, út af því að ég var að gera verkefni með IKEA og þau eru með Jólasveinin. Já, mér finnst það og fría myndatöku, mér finnst það alveg skemmtilegt. Ég ætlaði með krakkana og voru bæði lasin, þannig við ætlum að reyna aftur næstu helgi. Og það er óslega gaman, það líka er bara einhvern veginn að fara í IKEA, það er jólastemming, sko. Það er mjög mikið jólastemming, og þessi smá svona crazy. En er eitthvað annað, þú veist, ég er svona, maður veit af IKEA, ég var einmitt í gær, bara hvert að ég hugsaði, þú veist, það var eitthvað líka í Mosó í fyrra í Jólasveinn og Grýla voru þar ég man ekki hvað heitir en við skulum kannski setja í story og því ég ætlaði með krakkana þangað og það er Grýla og svona en þú veist bara dóttir mér svo hrætt við Jólasveina þannig þetta var ekki fun sko þannig en sko mér finnst það ótrúlega gaman en svo langum við líka bara að það er ógeðslega gaman bara að gera eitthvað svona jólaföndur, bara eitthvað svona easy, ég veit að það er ekki allir þannig, en að fara bara á Pinterest og skrifa eitthvað svona DIY og það er að gera svo mikið bara með krökkunum, bara eitthvað easy, sko. Ég var einmitt, við vorum pínu svona, hvert, að því við nefndum ekki IKEA, hvort var ég fyrir þetta eitthvað, og vorum eitthvað svona, það er glókslega margir eitthvað, fengum eitthvað svona, svo var ég eitthvað, hvert hefur fara, garðheima eða eitthvað, ég veit það ekki, skilur. Nei. Ég var eitthvað, ég nefndi ekki, þú veist, bara þú ert eftir að eigið einhverjum peningarninni og ég var, ég veit það. Og svo og ég var eitthvað svona, hvað vantar eitthvað svona Já, vantar sko... Æ, þú veist, það er svo boltalandi í kalldamis, nema það sem yngri, ég fær ekki að skilja Nóru eftir einhver staðar, skilju, eða þú veist, hann er svona eitthvað, hvað er svona sniðugt? Sko, mér finnst, ég skilju þig, það er vantar svona,
En mér finnst líka bara að skreita pipakökur og líka svo finnst mér alltaf gaman að fara eitthvað svona í bókasöfn og ég veit að það ekki jólulegt en það mjög gaman að gera eitthvað þannig, það mjög sniðugt, já. Eða þá fara í sund líka. Já. Þótt að sé kalt, þá samtalið við fórum innilögum daginn, það var geðið næs. Og ég mikla alltaf svo fyrir mér. Ég held eitthvað svona, ok, nenni eitthvað svona the fuss, en svo bara, það ógeðslega næs. Guð, ég bara, og miklu hlýrra sko, það var ógeðslega kalt daginn og við fórum samt bara eitthvað út í pottinn og það var ekki svona kalt, það svo hlýtt onni og við einhvern veginn, ég veit ekki, það var bara gett fínt. En sko, mér finnst svona aðal kannski einmitt það náttúrulega mikið að gerast helgar og sérstaklega eins og bara í Hafnarfirði hver einasta helgi eitthvað happening og líka náttúrulega eins og ég segi í Mosó, það var eitthvað ógeðslega spennandi. Já, ég er að kíkja það. En líka það einhver svona í þjóðleikhúsinu eða einhver svona leiksýningar líka, eða ekki, eitthvað svona jólasýningar. Sko, það var eins og eitthvað Lára Ljónsi. Já, það er núna. Er það núna? Já, en ég sá það. Ég veit ekki hvort það uppsett en ég veit alltaf hvað það er. Ég er að fara Frost í janúar reyndar. En ég er svo spennt. Ertu að fara með Áslaugu? Já, ég er svo spennt. Því hún hefur ekkert viljað fara, sko. En hún er nefnilega ekki mikið fyrir leikhús bíó eða neitt svona, sko. Bíó reyndar sniðugt, en ekki en hún átti að elska Frost. Já, en þannig, og við erum að fara bara öll í fjölskylduna mömmu saman. Og nefnilega kærasti frænku minnar leikur Vondaprinsinn. Þannig, við fyrir kannski baksvið svona. Já, það verður geðveikt. En mér finnst líka, sko, einmitt, bara eitthvað, þú veist, en fyrir svona lítil, mér finnst bara að skreita pipakökur, mér finnst það ógeðslega easy að kaupa bara eitthvað svona glassúr og, þú veist, Nóra getur líka gert það, hún myndi elska. Já, henni finnst það alveg gaman. Já, ég sé líka að gera eitthvað svona í leikskólanum, sko. En já, en Þorláksmessa, mér langar svo að tala um það. Ég er nefnilega algjör Þorláksmessu kona. Tjekkaði. En hvað gerir út af því að ég sko Þorláksmessa líka eða eins aðfangadagur svo mikið hefðu og maður gerir alltaf sama. Ég verð að segja, ég hef aldrei verið með hefð á Þorláksmessu en ég öfunda alla sem eru með hefðir á Þorláksmessu. Ertu bara, hvað gerur? Bara, ég veit alltaf, nú ertu með a baby, en hvað gerður þú svona pre? Var það bara svona röltanu í Laugaveginn? Ekkert. Það har aldrei verið eitthvað, ég man ekkert sem ég man eftir, skilur mig ekki eitthvað, ég var að gera þetta því ég man ekkert hvað ég var að gera og það er óslega margir eins og Adam núna er með hefð að fara með pappu sínum í skötu og eitthvað svona að fá sér bjór og eitthvað svona skemmtilegt, skilur og skata, eða hvað sem að fæ sér með bjórnum, ég veit ekki hvað það er sko. Nei, bjórnum, skötunni segi ég held það sé bara bjóri. Já, ég veit það ekki og þannig að það er svona hefð þannig ég er svona, hann fer bara í það og ég eitthvað svona mér vantar eitthvað nýtt að gera bara sem ég og Nóra gerast, ég get kannski plata mömmu að gera eitthvað skemmtilegt. Já, það er ógeðslega gaman. Ég nefnilega fer afi minn alltaf með skötu. Já. Þannig, og hann er alltaf með það í bílskunum. Þannig það er ógeðslega næs, koma til aukafötum og þetta er bara alveg. Og hann er alveg, afi minn er extra. Þannig hann er alltaf, þú veist, keypt eitthvað söngvar í fyrra og eitthvað, þetta er rosa intense. Má ég henda inn í svo ég gleymi ekki. Vinkonum gerir eitt sem er ógeðslega sniðugt sem ég ætla að reyna að gera núna og ég veit ekki alveg hver þjónustan er, ég skal finna út því, en hún fær jólasvein heim til sín. Það er cute. Áður en ég gleymi svo, mér finnst þetta svo sniðugt að setja saman. Ég ætla bara að heyra nokkrum vinkonum mínum og bara fá jólasveinin heim og ef þið viljið koma, skilja, fattur þið? Ég ætla að gera það. Já, þannig að svona tips fyrir eitthvað sem vilja gera. Það getur verið ný hefð. Já. Fá jólasveinin í heimsókn. Já, leigja jólasveinin heim. Já, og bara líka, við erum að tala um svona jólasveinin og svona, þá kannski, þú veist, út að við erum svona kannski að tala um jól, þannig þið bara vitið það sem eru kannski lítil eyru eða eitthvað. Þú veist, að ég hringi bara í jólasveinin. Já, við hringjum bara í hann, þannig þið viti bara því ef maður er eitthvað svona, tala um jólasvein og svona. En að halda áfram með skötu. Sko, já, afi er náttúrulega alltaf með skötu, þú veist, og við förum þangað, en ég hef samt, þú veist, eins og bara vera með lítil börn og eitthvað, ég hef ekkert alltaf komið seinstu á, sko, og svo var COVID og eitthvað svona. En líka einmitt, sko, afi minn var bara með bestu jólabóðin þegar ég var lítil, það var alltaf kókigleri og appelsín og það kom alltaf stekkjastur í heimsókn og bara það var ógeðslega gaman í minningur og það er svona alveg core memory skil og þá voru við öll frændsyskin svona lítil skil og svo náttúrulega við stækkuðum þá bara var þetta pointless sko en á Þorláksmessu við samt áður við byrjum alltaf að fara skötu þá fórum alltaf á Ítalíu á Laugaveginn við fjölskyldan þú veist þannig við löpum Laugaveginn fórum á Ítalíu, fengum okkur pítsu það er búið að loka keyptum, já búið að loka ég var alltaf með forsetanum Ólafur Ragnar Grímsson var líka alltaf
það? Já, hann fór alltaf á Ítalíu á Þorláksmessu. Þannig ég var alltaf bara, hæ, forseti. Þannig, já. Góð smekkur að hefðu þarna. En þetta er líka svo næs ef þú pæli í því. Það er svo mikið jólamatur að fá svo bara eina skilur og Ítalía var bara bestu pítsunar, skilur bara geitin í bransana, þannig að það var svo næs að fá sér pítsu og eitthvað svona, fá sér eitthvað annan jólamat. Já. Veist ekki fara að fá hangikjöt kannski þarna? Nei, en þú veist, en já, það geði ekki jólahefð, sko, fara að Laugaveginn og svo bara eitthvað, já, minnst Þorláksmessa. Svo bara að Laugaveginn og Kokósi. Sko, já, við gerðum það ekki var yngri. En færið ekki svona, er ekki svona mikið af fólki, getið þið sest niður einhver staðar, eða þú veist, hvernig? Sko, þegar ég var yngri, þá náttúrulega, sko, pabbi var, sölumár, þekkti, þú veist, eiganda Ítalíu. Þannig að hann var alltaf búin að panta borð eða eitthvað svona. En síðan þegar ég var eldri og kynnti Steinari, þá var alltaf Þorláksmessan okkar bara einmitt að við varum að rölta, fá okkur möndlur, fá okkur jólabjór og pakka inn seinustu gjöfunum. Já, gett. Þannig... En þið farið alltaf niður í bæ á Laugaveginn og þar? Sko, ekki núna, ekki með krakkana. Ég nenni því ekki, sko. Nei, hvað gerir þau þá? Sko, núna er bara fyrra fór ég í skötu og ég fer alltaf í skötu líka með fjölskyldan Steinars og krakkan í pössuna með hann. Og svo erum við bara eitthvað, þú veist, að klára. Bara dúllast eitthvað. Já, það er eiginlega bara það. Það er eins og ég man eftir að Þorláksmessa er bara svona dúll. Já, það er bara eitthvað svona, þú veist, en það er bara svona einmitt, ég bara elska svona Þorláksmessa, það er eitthvað bara svona í loftinu, bara eitthvað jólin er að koma og bara, þú veist að klára allt og bara, þú veist, mér finnst það svo geðveikt gaman, sko. Jú, reyndar djók, nýjasta hefðin, er að bróðir minn er alltaf með jólaglögg í hádeginu á Þorláksmessa. Þannig að það er geðveikt, hann er alltaf með jólaglögg og býður öllum heim til sín og já, þannig ég er mjög spennt núna, hann er alltaf með nýtt barn, þannig þú veist, nýtt barn, hann er með á barn núna, skilur. Þannig ég hlakka til að sjá í skilur hvernig hann verður líka með jólin sem pappi og eitthvað, þannig. Æ, gaman. Já, þannig það er mega fun. Já. Heyrðu, ég var líka að fatta, ég ætla kannski að gefa Instagramana okkar, ég var alveg hvað erum eitthvað lélegar, við erum alltaf þú veist, þú ert með Instagram já, það er Ástrós Trausta með 2 A, það ekki? Jú, því miður svo erum við líka náttúrulega með okkar Instagram, mömmulífið og við náttúrulega hvetjum eitthvað til að fylgja því við erum mjög duglegar við erum alveg svona, við megum alveg klappa okkur á baki, við erum að reyna að vera enduglegri og líka við erum oft svona ef við ræðum eitthvað í þáttunum og ef við glemum því, minni okkur á, en þá setjum við í story. Þannig það er ókslega næs. Og við erum með highlights og svona info. Já. Og ég er náttúrulega með Instagram mitt, Guðrún Svartveit, þannig... Við erum svona, við tölum mikið tips and tricks. Og bara alls konar. Geta, þú veist, þá hafið aðgengi að þessu öllu inn á Instagramin okkar. Líka bara eins og þú ert búin að minnast á okkur á bækur og sett það í story eða fyndið. Og mér stakki þetta svona, þannig endilega sendi okkur þegar við hefum líka alveg fengið alveg ópsætlega ekki að setja þetta í story þegar mér langar svo að sjá, þannig endilega bara sendi okkur þannig já, mér langaði bara svona minna á the gram já, og minna ykkur á, nennið að subscribe okkur, við hefum aldrei heldur byggðum það, þú veist það er að fylgja okkur á podcast appinu please do já, ég gleymi alltaf subscribe, ég hef ekki subscribe and follow og já, og gefið okkur 5 stjörnur það er nokkur búin að negla í eina já, við hefum rættið eitthvað áður og mér finnst það svo fyndið að við erum bara að negla í eina þannig til mig gefa okkur 5 stjörnur og ummæli og ef, þú veist, ef þið fílið okkur ekki þá er það allt í lagi en bara ekki þú veist, ekki núna það er ekki, you guys, það er ekki jólegt já, það er jólkrakkar við erum bara eitthvað svona ég vissi þetta ekki, þú ert að segja mér fréttir sko, I did not know ég sagði how rude ég veit það er bara slepptu við það bara að hlusta já, bara 1 stjarn, einhver að hlusta og eru bara, heyrðu, ég verði nú aðeins að gefa þeim bara já, þannig en mér langaði svo núna aftur, trigger warning við erum frá að tala um jólasveinin já heyrðu, hérna var einn sem spurði okkur hvenær kemur jólasveinin að gefa skóin aldurslega séð hver finnst þér að rétti ég ætla að byrja núna já, jólasveinin The Santa Claus. Ok, vissulega, ég ætla ekki að ljúga ykkur. Ég ætla að gera, ekki kannski all dagana því ég kemst upp með það. Hún veit ekkert hversu oft hann kemur, en ég held ég geri kannski, veist, hún er ekki orðin 2 ára reyndar, en hún er eins og 2 ára rúmlega, sko. Hún er svona, talar mjög mikið og
bara já, samræði og er hún alveg bara, finnst þér í jólasveininni, hún hún er obsessed hún er obsessed, hún stál næstu því ég þurfti að hlaupa tilbaka því ég bara tók eftir því og kom til bíla hún var með bara eitthvað svaka kort af jólasveininum og taka jólasveinin heim, þú veist, af N1 með eitthvað, skilur, ég var bara beint með hann í IK myndatöku nei, sko, hún myndi elska hún myndi ekki geta beðið í röðinni, sko hún mæta bara hún væri bara, já, hún myndi bara já, hún þurfti að vera mættust fremst og fá strax, já, hún fekk óþolumæðina frá mömmu sinni, sko já, en ég, bara, oh my god, hún myndi elska já, þannig að ég ætla allavega að byrja núna ég veit ekki skort hvað er svona ég held, er ekki 3-4 eitthvað svona jú, ég, sko svona vanalega jú, ég samt alveg, sko ég var að meita að tala, jólasveinin hann byrjaði svo snemma að gefa Áslaugu í skóinn byrjaði bara þegar hún var 10 mánaða sem er svolítið svona 10 mánaða? Já, fyrstu jólin eins og nára það er svolítið svona fyrsta bad, sko þú veist, þannig það er fyrsta bad syndrom, ég var samt með fyrsta bad og gerði ekki, sko en sko, ég gaf henni, þú veist, bara nokkur sinnum eða skilu, og það var ekkit mikið það var bara sem henni vantaði og mér finnst það líka svo, það er krútlegt mér finnst líka mikilvægt að hafa það í huga, skilu og bara jólasveinin er bara fun, hann er ekki, þú veist ég veit að jólasveinin er bara að gefa lítið, skilu, og mér langar bara svona íta undir það. Ég ætla bara að vinna í einhverjum mandarínum, sko. Já, og mér finnst bara hallarslegt eitthvað fólk er að gefa, eða veist, þegar jólasveinin er að gefa bara eitthvað svona, þú veist, einmitt, mér finnst mandarínur og mér finnst líka ógeðslega sniðugt að gefa þeim bara sokka á eitthvað. Já, svona eitthvað sem að þið vantar og kaupa hvort þið er. Þannig, en sko eins og Jökull, hann fær núna, þú veist, eiginlega fyrst skipti, hann fekk 2 í fyrra eitthvað. Já, hann er 2 ára. Já, hann er bara 2 ára og hann er alveg bara jólasveinn, halda bara, þú veist, hann elskar jólasveinn, Áslaug hún bað jólasveinn bara vinsalast ekki að koma í fyrra, þannig það var alveg meikar hún ekki að sé að koma þegar hún er sofandi. Nei, hún er svo, þú veist, hún er náttúrulega, hún er ekki eðlilega svona klár, hún bara hugsar ógeðslega svona, hún sagði bara, ég held, svo kemur jólasveinninn og gefið skóinn, hún svona, já, er hann að fara að koma hingað inn í herbergið mitt að gefa mér skóinn, er hann inni hjá mig meðan ég sef, maður er bara svona oh my god, ég pældi ekki eins og í þessu þegar ég var lítil. Veist, hún bara svona, hún er svo geðveitt svona með mikla rökhugsun að það er bara svona, stundum maður alveg bara svona en ég skil hún alveg bara nei takk. Já, hún sagði bara nei takk og ég þurfti að segja við hana, sem er alveg gott tips ef einhver er hræddur við jólasveininn eða eitthvað, ég sagði bara veistu, þetta er alltaf lagi, mamma og pappi hjálpa jólasveinum, hann kemur ekki inn, við hjálpum honum aðeins og henni fannst það betra, sko og mér finnst það alltaf lagi, ég sagði, hann kemur ekki þegar hann skilur bara eftir fyrir utan og mamma og pappi hjálpa honum þannig að skórinn er fyrir utan herbergið hennar? Nei, hann er inni, sko en henni fannst bara betra eitthvað svona að hjálpa en að heyra það, og hann kem ekki inn, sko En erum við gluggan í herbergið? Já En ég getur ekki bara, ég held að það var alltaf gegnum gluggan Já, henni fannst það líka mjög skrítið hvernig kemst hann upp og þú veist, þetta er mjög erfitt, sko, hún er alveg bara svona, já, ok, bara hún er bara, this does not make sense Nei, það meikar engan sens og hún er bara, hefur alltaf verið svona lítil bara, þú veist, eins og Jökull, hann bara, þú veist, hann hendi sér aftur á bak, bara án þess að frikkin hugsa í eina sekundu þú veist, bara, oh my god, eins og í gær, hann var í svona pappakassa og dundraði sér í gólfið og ég var bara svona hvað er að gerast hérna og svo bara Áslaug hún bara svona ef ég dett, þá meiði ég mig þú veist, hún er svona, hún er svo að hugsa svona aflegguna bara mjög svona góð rökhugsun hjá henni þannig ef þeir eru saman pakka svo hef ég líka heyrt að sumir sko, sumbötu var svo ógeðslega spennt að sumir segja við þau að jólasveinninn komið þau verið búin í leikskólanum þá verið komið í skóinn því að sumbötu bara geti ekki fara að sofa sko sem eru orðin skilu eldri það er mjög algengt sem er svo ofspennt í leikskólanum en eru þá ekki fúl í leikskólanum þegar hinn eru búin að fá ok, það er enda mjög góð punktur bara... já, mér finnst það enda líka alveg maður verður að pæli því en svo, já það er alltaf ekki hægt sko sérstaklega ekki í grunnskóla sko það voru allir bara, hvað fegstu þú veist þú getur kannski gert það við 30 ára sko já, hann kemur bara áður bara í baði og bara, veistu hver kom á hann en þá kannski vilja ekki fara að sofa nei þetta er lost case, en allavega bara reyna að finna líka bara, þú veist, já ég allavega bara svona en ég er að byrja núna, 2 ára, þú 2 ára og mér finnst enginn eitthvað réttur en mér finnst sko, maður verður að hafa samt í huga skilu leið og krakkar orðni það að þau geta svona tala þá er svolítið leiðilt ef að, þú veist, barnið
ekki að fá í skóin en allir eða fattu því, þú veist Já. þú veist, en Ég held sem þessu 2 ára fínn aldur bara. Ég held samt að, sko, ég myndi segja svona 2-3 jafnvel, skilur. Já, 3 ára. Ég held að þessu í leikskólanum hjá mér, ég held að sé ekkert allir að fara að gefa þeim í skóin, veist, dóttir mín og eldri systur, skilur, og síðan svona, fattar mig. Já, líka það, skilur. Já, spilar inn í. En já, var eitthvað meira spurningar? Já, það voru, sko, það er eins sem sagði, við stöðum að tala um börn og svona svefn, eins sem sagði bara svefn barna hátíðir, svona bara setti það, að við ættum að ræða það. Sko, ég er náttúrulega, þú veist, á 4 og 2 ára, þannig ég hef ekki að teka geðmikla reynslu, en þú veist, yfir þess að dag, mér finnst ekkert að því að vera smá svona að fara út fyrir rútínu, sko. Nei, já, ég sammála. Ég held maður svona kannski heldur bara sinni rútínu sem viðmið, skilur. Já. Og svo bara, veist, færi maður til eins og þarf, skilur. Og bara, mér finnst alltaf að vaka eins lengur, en ég er samt rosa hörð á, skilur, börnum mín bara í mjög mikil rútínu, skilur, gera alltaf það sama, en þú veist, mér finnst alltaf jólin svona aðeins og vaka, skilur, lengur og þú veist, allt svona. Út líka. Já. Þessi dóttir mín er svona til dæmis típa sem þú er bara, right, I can dream. Já. En skilur, svo Nóra, hún er svona 12 tíma gælla, hún fyrir að sokla 8 og vaknar hún 8, skilur, ef hún safnar klukkan 9-10, þá sefur hún til 9:30. Það er ruglað. Mér finnst það bara, sko, góður. Það er mig, það er bara svona... Já, en það er eins og ég segi, þú veist, það er bara svona, en mér finnst það líka mjög mikilvægt að halda börnum, skilur, eins og maður getur, og það börnum líður betur í ramma og í rútínu, sko. Og þú veist, maður gera einhvern veginn, þú veist, ég reyni þegar þau eru í fríi milli jól og nýjárs, þá maður ennþá í rútínu, en auðvitað maður að fara að heimsækja langömmu og maður að fara í matabóð og, þú veist, bara svona reyna eins og maður getur, en þú veist, samt, þú veist, ég maður hvað ég stressaði mikið yfir svefnum þegar Áslaug hún var lítil og núna er ég bara eitthvað svona, þú veist, þetta, bara svona smá að sleppa tökunum, skilur, þú veist, veistu hvað ég meina? Já. Þú veist, maður var alltaf svona, akkur er hún ekki að fara að sofa á þessum tíma, eða þú veist, með svona lítil börn, skilur. Já. Að bara það er alltaf læg þótt að barnið sofni í Ég man, bílnum. sko, við lentum alveg í vesinni aðfangadagskvöldi fyrra, skilur, eins indislegt að var en Nóra sofnaði ekki fyrir svona 10. Já. Og hún var að sofna þá klukkan 7:30. Ég veit ekki hvort hún hefði fundið bara orkun eða eitthvað. Við vorum reyndum og bara hérna. Ég veit það. Þannig að mér finnst líka svona hérna að það er líka oft bara eitthvað spenna í loft. Hún var 10 mánaða og hún fann bara að við vildum borða í friði, skilur. Við vorum alveg geðvegt til í hún færi að sofa og hún var bara skilur. Ég veit það. Þannig að þetta er svona, þú veist, að hérna þetta er líka það með, þau bara finna. Plana kannski ekkert endilega í kringum það og þá leifa þeim bara að vera með ef skilur. Bara svolítið svona. Og ekkert setja eitthvað svona pressu því að það er líka, ég tengi svo mikið. Þegar maður er eitthvað svona næstinir og jólunum og ég hef gamla slíka, skilur. Við vorum svo mikið búin að horfa á skaupið í friði, skilur. Og hún átti svo mikið að vera sopnu, skilur. Það er svolítið svona að kannski ekki að búast við of miklu af þeim heldur. Nei, og bara gefa þeim smá slaka. Það er mikið að gerast og þú veist, þetta er spennandi tími fyrir þessar litlu krakkar. Þannig, þú veist, bara svona, þú veist, einmitt bara eitthvað svona jákvæð chillorka. Já, chillorka, einmitt, ég er algjörlega sammála. En hvað er næsta? Sko, mér langaði svo mikið bara henda inn því að við vorum eftir að tala um áðan hvað væri freaking kallt úti. Ég er ekki að tjókir. Við komum inn í stúdíu áðan og ég er bara í eitthvað svona vetradressi og í kápu og mér líður bara vel núna. Ég var með húa áðan bara eitthvað Ástrós kom bara, halló, það er frost, það er bókstaflega frost. Núna það er -5 sko, úti. Ég bara... Það er líka svona nisting svona fyrir inn á bein, sko. Það var nú heppilegt. Úps, sorry. Heppilegt að skvísurnar er í samstarfi. Við okkar bestu. Er það ekki bara eina vitið að vera Íslendingur og eiga góða úlpu? Jú, við verðum eiginlega eiga góða úlpur, sko. Mér finnst bara, þú veist, en líka sko, líka bara góð úlpa, þú veist, eins og ég gaf Steinari einmitt í jólgjöf, gaf honum hana jökluúlpuna. Gaf honum hana, það var 2018 var hana svona grá, hún var óslega flott. Og ég var bara, oh my god, mér fannst þetta var alveg svona splæskilu, áttilega ekki efna þessu og ég borgaði bara í eitthvað svona hlutu með eitthvað og en mér langaði samt svona að gefa honum og þetta er eiginlega
meira þess virði að vanda valið og gefa eitthvað því að hann ennþá að nota svo úlpu. Ég var að fara að segja, hann ekki ennþá í henni? Jú, og þú veist það 2024 og hún ennþá eins og ný. Þú veist, það ekkert skilu, það bara, hún ennþá svo flott og allt bara svona tipp-topp og hann bara í henni öll jólin og hún líka svo hlý og þung jökla, hún svona, hún ekta svona íslensk svona. Mér finnst líka svo sniðugt eins og með að það kemur gata úlpunar eða eitthvað svoleiðis, þá getur þau lagað það. Mér finnst það svo. Mér finnst það náttúrulega, það náttúrulega besta. Þú veist, þú heldur bara, þú ert ekkert eitthvað, úlpan ekkert bara ónýtt, skilur. Þú veist, maður rekur sig í og það gerist alveg, skilur. Ég er alveg segur það hefur alveg gerst hjá mér, sko. Og líka bara, þú veist, flíkur þannig að maður á að reyna bara að viðhalda þeim, velja gæði frekar og þau með þú veist, viðgerðar og breytingaþjónustu í miðhraunni, rétt hjá mér, sko. Þannig, og það alveg upp á 66 búið mín, miðhraun. Já, þú ert það þar. Ég í Faxafenni. Já, Faxafenni. Já, það enda geðið úrvalið þar, sko. Ég fer alltaf í Faxafenni. Já. Alltaf rétt hjá mér. En mér finnst sko, já, þannig, þú veist, mér finnst svo geggja líka að þau með saumastofu og líka ég farað þarna og þau svo geðveikt í starfsmennir svo góð að segja manni hvernig maður á að hugsa flíkina. Þú veist, einhvern tíma var ég eitthvað svona, hvernig á ég að þrífa þetta og þau var bara svona, geta mæla með að maður eigi að þrífa úlpuna sínar. Þú veist, ég veit að margir hrættu við það, en hún endist lengur ef þið að þrífa hana. Því að þú veist, þá eitthvað neginn svona, ég held Gore-Tex efnið, þú veist, maður á að þrífa og halda þér hreinu, þú veist, annars virkaði ekki nóg vel. Ég vona ég að segja þetta rétt, en þetta já. En ég mæla allavega með líka bara að fara og spurja hvernig best að þrífa ef þið að kaupa svona, þú veist, úlpu, þú veist, svona endir sem lengst. Og líka, það alltaf geggja að kaupa líka notað, þú veist, það þetta, Facebook síða sem heitir 66 fatnaði til sölu og óskast, mér finnst það geggjað. Ég mitt inn á henni. Ég líka. Og ég oft bara búin að sjá bara eitthvað gullmóla. Það eitthvað sem sett daginn bara eitthvað svona, þú veist, geðið frá mörgum árum eitthvað svona, þú veist, það getur orðið Ég mani mitt hver ára pabbi eitthvað, það var einhver í svona ótrúlega gamalli 66 úlpu held tind. Já. Hún alveg sjúluð, sko. Skilur, þetta svo flott. Þetta svo flott, en samt svipað, þú veist, það heldur sér í, þú veist, tindur alltaf tindur. Já. Þú sérð alveg að sé tindur áttum sér gömur. Já. Þetta ótrúlega skemmtilegt konsept. Eins og bara með jöklu, mér svo gaman að koma alltaf nýjar henni litir. Já. Þannig, þú veist, úlpanan Steinar, skilur, hún orðin bara svona, þú veist, það ekkert margir, ég hef ekki sér marga í þessum svona steingráa lit, einhvern veginn, þú veist, æskilur. Já, þannig við mælum með því. Er það bara með listan? Herðu, já. Question. Sko, líka kannski, það var einn sem sagði fyrstu jólin. Við erum smábúin að snerta á því. Þú veist, hvernig að vera með lítið barn svona fyrstu jólin? Það ekki? Já. Eitthvað annað sem þú vilt bæta við það? Að vera heima með barn fyrstu jólin? Eða, veist, hvernig bara fyrstu jólin eitthvað neginn? Það náttúrulega bara eitthvað, ég aldrei að vera spennt eitthvað neginn. Já, ég ætla að viðurkenna að ég spenntari núna. Já, svo eitthvað neginn. Ég mun spenntari núna. Þetta var svo geggjana að ég vissi ekki hvernig það væri að vera heima, skilur. Núna veit ég hvað ótrúlega næst að vera heima. Mér finnst ekkert annað þegar maður með svona lítil börn en að vera heima bara geðveikt. Það geðveikt líka bara þau ekki að fara með þau. Og leggja bara svona í það að gera kósí heima, skilur, skreita, kerti, allt bara svona gera eins kósí og hægt og ég svo spennt að upplifa þetta gegnum hana því hún skilur svo mikið núna og obsessed af þessum blessaði jólasvein og Grílu líka, það ógeðslega fyndi. Vá, hvað það fyndi? Hún svona pínu smeyk við hana en vill, veist, hún svo í einni bók og hún bara flettir, finna Grílu og ég held bara, þú ert pínu smeyk við hana en hún samt svona horfir og svo, nei herðu, má ég samt segja ykkur eitt og segja þér eitt Nóra fekk fyrsturinn martröðuna sína og ég vissi ekki hvað ég ætlaði, hún var bara og við bara, hvað hljóp með eitthvað inn til hennar hún bara, ljónið taka Nóru og við bara, þetta nei, eitthvað, sjá ljónið og ég bara, oh my god henn að dreyma, skilu og hún bara, og ég hef aldrei þetta var svo vont og krútlegt skilu, ég var bara, oh my god og við bara tókum henni upp í og hún bara mamma passa á Nóru já, og þetta var bara svona ég vissi ekki að það væri svona ungt en skilur, ég vissi ekki að þetta myndi gerast fyrir 20 ára, to be honest ég bjóst ekki alveg við því
Líka bara, þú veist, að það að dreyma eitthvað, það svo... Hún var bara hrætt við ljónið, það svo erfitt, já, ég hef myndið upplega krakkana, þau bara öskur grátandi, það svo vant, sko. Nei, þú veist, ég vissi ekki hvert ég ætlaði, sko. Ég vissi ekki að það væri þessum, ég bjóst ekki alveg við þessu, ég hefði bara ekki upplifað þetta. Og ég held sko ekstra fast upp og ég bara, já, mamma, passar þig. Ekkert ljón, eitthvað, þú veist, maður bara svona, oh my god. Svo þetta ekkert gerst aftur, en samt bara svona, það var í fyrsta skipti. Oh my god. Það skinnið, sko. En það líka svo gaman með þessi krakka, þú veist, maður svona að upplifa jólin í gegnum þau aftur og það svona, þú veist, en mér aðast eina svona kannski líka fyrir foreldrar sem eru með fyrsta barn og mann langar að gera allt eitthvað, ég manni, ég var að setja svo mikla pressu að hafa allt alveg bara svona, þú veist, ég ætlaði bara fara í jólaþorpi og gera þetta og reyna að gera. Já, þú veist, þau skilji ekki neitt heldur. Og líka bara, þú veist, eins og núna, bara reyna að muna, þú veist, þú þarft ekki að vera með álfin, þú veist, og það þarf ekki að vera samverðardöð, það þarf ekki, þú veist, þú þarft ekki að gera allt, maður finnur bara hvað maður veit. Hvað finnst þér álfin, by the way? Mér finnst það alveg skemmtilegt, en ég ætla ekki að gera það núna, sko. Nei, sko, mér langar ekki, veist, ég þetta bara hverjum degi, en líka bara ég bara svona, en svo fara þau börnin í skólan og álfurinn kemur allra hinn, ég veit það, maður verður náttúrulega að gera það, sko. Stjúpatinn mín alltaf í skóla, sko. Ég er bara, we gotta do this. Já. Og veist, svo hata við fyrra sætti klósipapir og allt jólatréð mitt og svo bara var það bara allast í svona 2 daga, ég bara fyrirgeðu, ætlar hann ekkert að taka til eftir sig, þú veist, ég var bara, this is not okay. Shit, en það ég minnst Áslu ennþá svona, ég samt smá utan núna, hún 4 ára, ég smá svona, hún muni eitthvað, allir eitthvað, Álfun, komdu mín í dag, blála, eitthvað, þú veist, í leikskólanum. Já. Þannig ég smá svona núna, kannski teki bara eitthvað svona, jú, en ég samt bara, þú veist, það er bara ofað mig. Mér finnst sko að vera með álfin, svo að vera bara samveru og svo að gera þetta og svo að gera hitt, þú veist, ég er bara smá svona nefnir að chilla aðeins, þú veist, það var hendi mig einnig jólamynd líka við, og jólin mín voru bara sko magical þegar ég var lítil og það var bara að vera með foreldrum mínum, að vera bara að fara einmitt í IKEA, fara í Garðheima eitthvað, sjá jólasvein, það er bara, þú veist, börn þurfa, mér finnst svona, já, það er allan að þú veist, nýskoðun og það ekki að endurspegla mat þjóðarinnar, en það er bara skilur mig, þetta er bara svona þú veist, en ég er samt sammála mega leiðast, þú veist, Áslaugan daginn bara, mér leiðist, ég bara, ok, það er bara flott, skilur, þú finnur eitthvað að gera, þú finnur núna eitthvað að gera, núna er ég bara, þú veist, að sitja í vélina eitthvað, skilur, þetta er, þú veist, mér finnst sko í dag, eftir ég var mamma, ég var smá bara svona, mér leiði eins og ég var að feila svo mikið sem mamma, því ég var löpið til samveru dagatal og við erum að horfa á jólamynd núna og þú veist, svo ertu bara, ég ætla að horfa á Holiday og ég ætla að horfa á Grinch og ég ætla að skilja og þetta er svo mikið, og horfa alla Harry Potter myndinar og þetta er, þú veist, þannig núna, ég er alltaf bara svona, núna búin að venja mig bara, jæja, þú veist, bara þú veist, þessi jól verða yndisleg, skilur sama hvernig þótt þú farir ekki niður Laugaveginn, þótt þú gerir ekki skilur, það er bara samverustundir, að það er alveg sem skiptir máli og vera með fjölskyldu, þannig mér langar bara, og því maður þegar ég var með Áslu litla, mér langaði að gera allt og svo maður eitthvað að kaupa fullkomni jólafutin, hún grýtti skonum af sig, skilur, þetta er ekki, og veist, allir bara eitthvað svona, þið sjáu bara, skilur æskilu eins og varst að segja, Nóra grátandi vildi ekki fara svo, þannig er þetta bara skilur, mér finnst mjög mikilvægt að segja frá því, skilur, við vorum ekki að borða en pís matin okkar, skilur, hún var bara, við þurftum bara að skiptast á, sem betur fyrir var mamma þarna, og hún gæti dúlla sig með hana með við borðum, svo fekk hún sér að borða, skilur, þetta er ekkert bara það var það sem gerð, og ég samt segi að þetta var yndislegt og bara allum aftur að vera heima og allt þetta, skilur, en þú veist, þetta er bara partur af þessu. Þetta er bara partur af þessu og þess vegna finnst mér líka bara, það er ekki það að gera allt og jólin eiga ekki að vera fullkomni, sko, þú veist, en þess vegna líka eins og ég var að segja bara, það er alltaf matur klukkan 6 ára, en það er líka, sko, við vorum fullorðin, sko, það var engin börn þegar ég er að tala þetta, sko, en þegar maður er öðruvísi, þegar maður er komið mamma, þú veist, og pappi getur ekki staðfesta bara, það er jólin koma, þótti borðið ekki klukkan 6. Og mér finnst það líka, þú veist, eins og hjá okkur, við vorum alltaf, þú veist, Sigrún var alltaf sein með matinn, við borðum nörgulega 9, sko, þú veist, I'm not even gonna lie, þú veist, þetta var bara, nei, sko, af því að við fórum í kirkju klukkan 6, skilur við, og svo komum við heim og, þú veist, þetta var bara svona, já, það er tilbúið klukkan 7 og svo bara, nei, skilur, þú veist, og það var bara,
allt í lagi og við vorum bara klára klukkan, þú veist, 1 nóttina eða eitthvað og bara allir í geggjum gír, skilur, þú veist, bara fá sér drykki og opna pakka, skilur, þú veist, þetta var bara yndislegt og það var ekki, og það var svo fyndið að það var bara hefð að vera sein. Skilur, það bara verður bara hefð, skilur, og það var svo skemmtilegt og krútlegt og það var bara partur af þessu, þannig að einhvern veginn að taka svo ekki of alvarlega líka góð svona áminning og bara, þú veist, þú þarft ekki að baka lakrístoppan og skilur, bara gera það sem þú vilt, sko. En eigum við kannski að enda þetta á eða, við erum eiginlega búin að fara yfir allt þannig. En mér langar reyndar að nefna eitt, talandi drykki með, hvernig eru þið að drakka með, þú veist, hvað er the beverage með jólamatnum? Sko, ég var alveg fyrir að það er aldrei neitt áfengi, neitt jólin, ekki neitt. Það er eins og ég segi. Nei, ok. En ég var samt alveg fyrir það líka, það var aldrei áfengi hjá mér. Nei, en eftir ég var fullorðin. Einmitt, ef ég var fullorðin, þá er náttúrulega, þú veist, búið upp á rautt og maður vill, skilju, en það er svona, sko, jólin ég eitthvað svona tengið ekki mikið, sko, aðfangadag meina ég. Það er ekki beint svona, ég fæ mér ekkert. Sko, það var ekki þannig hjá mér þegar við fórum að fullorðin. Vorum hjá Sigrún og sýsti pappa og líka sérstaklega með hreindýr, skilur. Og við vorum líka með, skilur, þú veist, og líka núna, þú veist, ég var með, til þess með múka. Ég var með vínó, múka með hreindýrinu og það var geðveikt. Það er gott vín, sko. Það er svo gott rauðvín. Og sko, mér finnst fólk setja á múka hvítvíninu. Já, ég er að setja því. Ég er ekki bara að smakka. Ég er ekki. Manstu, þú sagði þetta við mig ekkert mann. Ég ætlaði að biðja að smakka þetta, svo bara gleymi þessu. Oh my god, múka hvítvinni er æði. Ég, sko, to be honest, þá erum við með, þú veist, hvítt með humrinum og rautt með hreindýrinu. Og bæði í fyrra hjá mér á múka. Og ég verð að smakka, sko, þetta múka hvítt. Amazing. Og ég er náttúrulega búin að vinna með vínu alveg í svolítinn tíma, þannig að ég kom líka með múka til sýsti pappa þegar við vorum þar alltaf. Það er líka svona, er það ekki svolítið svona eins og jólamynd svona, hæ, með vínflöskuna, happy Christmas. Merry Christmas. Já, það er geggjað. Já, við kannski setjum það, sko, og það, ég er svona visual, mér skemmt næst að sjá mynd af ykkur. Þannig við skulum setja það inn á, grammið. Þannig bara takk vínu og við náttúrulega mælum líka með, mér skemmt ekki að fara á Instagram með ef við viljum fá innspó. Ég held, sko, to be honest, að ég geri aftur að sama, múka bæði, og mér langar að vera með svona óáfengt sparkling wine með pekkonum. Það er reynda geggjað. Í pizza lazzo ég er að pilla kannski verið með það ég var að hugsa að það væri geðvægt næs með pakkonum að þetta snýst bara um að fá sér smá vín með matnum og svo bara eitthvað næs eitthvað smá með pakkonum er svo gegg líka næs að fá sér eitthvað svona aðeins svona, ég hugsa að þetta kom bara í hausna mér núna þannig ég varð að segja, ég held að það sé geggjað mér finnst það geggjað og líka þið sem eru eitthvað svona jólaglöggin er ekki rauðvín í því? Jú, við þyrftum að taka smá svona, tökum það í næsta þætti jólaglöggi þá fyrir við kannski finnum öskrist en heyrðu, við ætlum kannski að enda þetta á svona skemmtilegu léttu, hvað er upp á jólalagið? Þú mátt segja íslensku og ensku. Þú veist, Þannig að þú að byrja. Ég að byrja? Ég smá, já. Ok, sko upp á erlenda jólalagið mitt og ég er ekki að Basic Bits, það hefur alltaf verið Basic Bits. Mariah Carey. Nei, ok, reyndar. Ég þú sagði Basic, ok, sorry, segðu mér. Nei, en það er Last Christmas. Það er með George, nei, hvað heitir hann? Michael Bublé? Nei, hann er Last Christmas. I gave you my heart, but the George very Michael. next day. Já, mér finnst það eða sko sem ég var lítil. Ég horfði alltaf á myndbandið, ég mæli með að horfa gömul myndband, og hann er svona koma inn í skíðaklefan, skíðaskálan. Já. Þetta er það ekki, jú. Og þetta er bara svona, ég veit ekki, ég kveiki alltaf þessu lagi fyrst, svona ég vil komast svona aðeins í jólafílingin.
og náttúrulega mörg önnur, Michael Bublé náttúrulega bestur. En íslensku? Sko, það er náttúrulega eftir ekki að lítil ég hlakka til með Sölu, það er classic. Og svo elska ég þú og ég jól með Sölu. Og svo elska ég reyndar eitt íslenskt og eitt erlend. Ok, það má segja nokkur, en ég ætla bara að segja eitt, ég mæli með segja ekki íslenski jólulög og svo hérna, lagið sem GTRN tók með Jóni Jónssoni á jólatónlingum Björgvins. Þau verða að setja á Spotify, þetta er eitthvað Óskarstjarnan, farið bara á YouTube og spila þetta. Þetta er bara svona gæsa húða þau tvö og þetta er eiginlega bara svona uppáhalds mitt núna. Æði. Já. Já, við þurfum að senda á Guðrúnu. Hún er að negla sinna á Spotify. Ég var að horfa á þetta bara í gær, með þetta í botni, Steina var bara, er þetta ekki aðeins svo? Það er 19. nóvember. En já, en þú? Sko, íslenska lagið mitt er eiginlega ekki lag, það er plata. Og það er jólaplatan hans Stebba Hilmars. What? Og ég segi ykkur af hverju, af því að við erum náttúrulega geisladiska kynslaðin. Geisladiska? Sorry. Sagði ég þetta svo? Ég heyrði þetta ekki eins og það hefur setið eitthvað í mér eða eitthvað. Nei, guð, sorry. Nei. Ég ætla ekki að grína. Mér var svona geisladiska. Svo varum við ekki að reyna eitthvað. En við erum DFD og CD. Og CD kynslóðin. Og hérna pabbi átti bara plötuna. Og ég var með svona græjur heima sem ég spilaði alltaf í. Og það bara var Stebbi Hilmars. Og það er lög svona eins og Af því og alls konar lög. Hvernig er það? Af því? Af því... Ok, ég tjekka. Já, við skulum setja jólulögin í story. Ég nenni ekki, þú veist, mér er ekki hrifin. Veistu hvað ég hugsa? Það er alltaf að syngja hérna. Þú byrjar alltaf að syngja og ég tek undir. Og ég myndi vanalega aldrei þetta í huga að syngja. Þú ert þannig með allir lagi rödd, Oh my god, don't even. Ég er ekki með, ég er bara... Ég hugsa alltaf jólahjól. Skylda vera jólahjól. Er það á plötunni? Nei. Þetta er svona hans. Já. Þetta er lög. Ég mæli með, mjög hátíðleg og falleg og svona pretty lög. Svo er það erlenda lag, þetta er erfitt. Er ekki með Blake Shelton og Gwen Stefani eða? Hei, þau gerðu jólalag. Já. Vissur það? Það er svolítið... Nei, ég myndi örugglega bara segja sama plata, Michael Bublé, skilur. Hún er classic. Hún er reyndar svona plata, maður mætti velja eina erlenda, maður myndi örugglega velja hana. Já, ég leyndi líka fíla Ariana Grande jólalag. Ég elska hana. Winter Things. Já. Og December. Já, ég elska reyndar, það er eitt lag með henni sem heitir eitthvað jólalag sem er næs. Og náttúrulega Justin Bieber, Mistletoe. Já. Mistletoe, menni. Það er náttúrulega, það er, mér finnst það líka svona. Ariana Grande gerði nefnilega svolítið góða jólplötu. Situr á henni, fólk situr á henni. Það er alveg... Ok, vá, skemmtilegt. En upp á jólamynd? Ég á eina upp á jólamynd sem er kast. Hún heitir This Christmas. Ok. Vá, mér líður svo geðveikt svona, þú veist eins og svona bara eitthvað svona arti típa úr MH eða eitthvað, minnst þú var að segja allt sem er ekki mainstream jól, ég er bara, hvað jólaplæti þetta og borðar jólinn bara? Já, This Christmas, ég horfði fyrst á hana út af Guilty Pleasure, artisti minn var í þessari mynd, Chris Brown, leikur í henni. This Christmas. Og þetta er svona stóra fjölskyldu og allir með eitthvað svona drama sem komið til saman. Þetta er mest svona... Já. Mér langar, en er einhver að segja að þetta er líka upp á jólamyndi þín? Það er enginn sem á þessu, ég held ekki, en þetta er upp á jólamyndi mín. Ok. Af því þú veist, þetta er svona fjölskylda og þú veist, þessa systri, þetta er bara, þetta er skemmtileg mynd. Þetta er skemmtileg mynd og hún er bara svona family fun og þetta er klárlega, ég veit ekki hvað gerðist, en ég er búin að vera að horfa á einhverjar ömulegar Netflix jólamyndir sem bara þú sérð alla myndina í trailernum, skilur, bara af hverju maður að play. Þær eru hræðilegar. Þetta er hræðilegt og svo er þetta bara með 1 í movies hjá okkur og ég er bara eins og Hot Frosty
Það bara nummer 1 í gær á Netflixinu mínu og ég bara var að vinna í tölvunni, bara eat og play og meðan ég var sko bara að vinna og ég var bara að horfa á þetta og Adam kemur inn bara, hvað í gangi Ástrós? Þetta allt bara eitthvað. Það til, þú veist, American Cheesy og svo til bara eitthvað next level. Og líka það allt svo gerfilegt. Snjórinn bara bómull. Þetta var sko snjókall sem came to life and they fell in love. Oh my god. Þetta Sorry to spoil the plot sem að þú getur samt bara séð strax en alltaf leið. Líka bara, ég horfði ekkert um hann ákveður í jólum mitt og þetta var bara veist, hún var svona the business girl veist, þetta allt, og hann svona sveita strákurinn minni í litlum bæ veist, þetta bara svona sama öskur en þetta svona, ef ég langar bara að horfa á eitthvað, þú veist Nei, This Christmas er góð, hún kemur mér alltaf ég horfa á hana hver einstu jól, ok, jú það The Holiday og eitthvað svona dæmi Holiday auðvitað horfi, veist, er hún one of the faves, en This Christmas er svona ekkert horfa á hana aftur Ok, vá, skemmtilegt. Ég þarf að tjekka henni, ég hef ekki séð hana. Horfðu á hana. Það er gaman að horfa nýtt. Já, það er líka... Það svo gaman. En svo ég er náttúrulega Holiday og Love Actually. Obviously. Love Actually, það er bara svona mynd, ég bara verð að horfa á þessa tvær, sko. Svo er það Grinch. Fólk veit ekki af. Er eitthvað svona sem maður svona... Nei, ég er meira svona mainstream. Já. Jú, og Christmas Vacation. Ég horfa á hana mjög mikið. Ég held að ekki sé hana. Nei, hún er mjög skemmtileg svona fjölskyldu gömul mynd síðan sko 1989. Það er svona til að vera mjög svona fuck we're old. Já, þetta er þessi mynd, veistu ekki hvað hann er? Jú. Og ég horfa alltaf á hana með, veist, pappa og eitthvað. Já, síðan er ég bara eitthvað, þú veist, sko, já. Það er eiginlega aðalmyndina sem ég er bara eitthvað svona, og svo er Harry Potter, Steinar, svona, hann er mikið vill horfa á það, þú veist. Mér finnst sko fyrsta myndi, mér finnst alltaf svona freka jóla. Horfa á hana, en svo, þú veist, náum við aldrei finnst þér ekki fyndi að Die Hard eru jólamyndir? Það er ekki að margir að segja... Já, Steinar sagði það. Já. Ég var bara svona, ha? Það er jólamyndir. En sko, ég var... Og googlar Christmas movies, það kemur Die Hard upp, sko. Oh my god, ég var með að spyrja Steinar bara, hver var uppáhaldsmyndið þegar þú varst lítil? Þú veist, ég veit ekki hvort Steinar bara, þú veist, hann er bara, ég man það ekki, man ekki neina jólamyndir. Hann veit ekkert, ég bara, er engin jólamynd þegar þú varst lítil því að ég elska hana Jólaósk Önnubellu. Já! Manstu eftir henni? Ég man ekki eftir bókinni. Það var bók og mynd, myndin var æði. Nei, sko, oh my god. Oh my god. Já, ég elska allt svona, en já, ég held að já, og bara Grinch, mér finnst það ógeðslega classic. Hún er líka skemmtileg. Já, en það er engar aðrar. Já. Mér finnst bara ekki, ég skil ekki okkur þessar nýju myndir eru svona hræðilegar. Þar eru frekar hræðilegar. Það eru hræðilegar. Akkur kemur ekki eitthvað skemmtileg. Ég er bara svona, en reyndar eitt, krakkar, ég var að horfa á Meet Me at Christmas eða eitthvað svona. Já. Líka á Netflix. Ég veit ekki okkur, ég bara íta 2 jólamyndir. Það var næs að þú varst bara eitthvað. Ég var bara eitthvað í tölunni að vinna. Og hana, ég var samt að horfa á þetta. Og ég að því að þetta er Christina Milian. Já. From AM to PM. Manstu ekki þess að gæli? Jú. Hún er ekki búin að eldast 1 dag. Nei, og hún er 40 plus. Og ég var... 40 plus? Já, ég held hún er 40. Alla var hún 40. Hún er alla búsing búin. Og ég horfði á þetta og ég var bara hvernig lítur hún alveg eins út. Þetta er sko galið. Það var það svona sem hélt mér. Já, bara en ég bara, veistu það, hvernig þetta er leikið, hvernig þetta er, ég bara, hvað gerist fyrir, áhverju er ekki hægt að gera góða jólamyndir í dag? Mér finnst þetta eitthvað svona, mér langar svo mikið að koma út eitthvað svona eins og Holiday eða eitthvað. Já, af því þetta er ekki, sko, þetta er ekki, Love Actually, allt þetta, þetta er ekki, sko, í, budgetinu, þetta er hvernig þið skrifað. Hver er að skrifa þessar línur? Ég er bara, hver skrifa handritið? Ég fatt þetta ekki. En líka ein mynd, við styrum að tala um bíómyndir, bara svona að því sem er svona sett upp eins og Love Actually, New Year's. Já, ég elska hana. Hún er alveg eins sett upp, hún er mjög skemmtileg, svona fullt af litlum sögum. Hún er, þessi fólk situr á henni. Já, fólk situr á henni. En hún er líka svona geggjum með að horfa milli jól og nýjárs. Já, og ég er svona, skrifið þetta allt niður. Ég er komið svolítið frumlegt. Já, eitthvað nýtt fyrir ykkur. Mjög frumlegt. Ég er svona, já, ég er alveg bara basic, bara svona, mér finnst bara Holiday og Love Actually, það eru bara svona myndir, bara svona, sérstaklega Holiday. Margir sem horfa líka á Home Alone. Já. Ég horfði ekki á það. Sko, ég er ekki, þú veist, ég veit ekki hvort að við vorum bara svona, akkurat, þú veist,
Ég fattar þú, Ég er ekki veit þar, ekki hvort sko. aldurinn, þú veist, Nei, já, veistu hvað Já, ég meina? já. Ég held við vorum of litlar, mistum af. En það vantar klálega svona þetta holiday mynd. Já. Where is it? We need it. Bara eitthvað aðra svona feel-good mynd sem þetta er að, þú veist, já, ég held að, en kannski við sittum inn eitthvað svona okkar uppáhalds inn á grammið. Ég held að það verð sniðt. En já, ekki það bara, og svo í næsta þætti, bara just you wait, og það þið sendu margar líka fleiri spurningar og munum svara þeim. Já, gjafa hugmyndir, jóladress, já, allt, bara alls konar. En heyrðu, ætti ég kannski að taka þig í eitt test hérna, ég var búin að hugsa. Ok. Áðan við hættum, og fyrir ykkur heima, þetta er svona hérna jólin. Hvað heita kertin á aðventukransinum? Hvað heita aðventukertin? Núna með því heima svara. Heita þau eitthvað? Byrju, hello, já, heita allar eitthvað. Þau heita öll, hvert einasta kerti, þú veist, það er 4 kerti á aðventukransinum og þau heita öll einhvað. Vissir það ekki? Nei. Ok, what þið heima getur svarað. Veitu, Ertu viss? Já, ég veit alveg hvað það heita, sko. Hvað heita þau? Ég man ekki í hvað röð, ég ætla að finna í hvað röð þau heita. En fyrsta kertið heitir, held ég, það heitir, byrju, hérna er þetta, fyrsta kertið nefnist spádómskertið. Þegar þú veist, það var spáð komu Jesú Krist. Þetta er smá svona trúarbragðafræði. Og annað kertið heitir Betleheimskertið, frelsarinn fæddist þar. Og þriðja kertið, hirðakertið, út af það var sagt þeim tíðindin og þeir áttu að fara að segja, og fjórða kertið nefnist englakertið sem minnir okkur á þá sem báru mannheimi fregninar. Það voru englanir. Oh my god, ég vissi þetta ekki með kertin. What? Church girl, you're teaching me. Ég er alltaf í öll jól, þá er ég alltaf í fjölskyldunum. Jæja, hvað heitir þetta? Spádómskertið. Nei, ég bara, hvað heitir? Út af mamma er alveg trúið. Það er mamma alltaf bara býtu út af því, þú veist, já. Já, en ég er það líka, en ég vissi þetta ekki. Ég var ekki alveg með þetta á hreinu. Ok. Viðurkenni það. En ok, önnur spurning. Hvað komu vitringana með? Heita Jesú. Já, ég held að vera með þetta. Þeir komu með þeir sem er heima, svona komu með gull, reykelsi og myrru. Já, ok. Og hvað heitir aðalengillinn sem koma að hitta Jesú? Eða ekki? Jú. Ertu að spyrja mig svona? Ég held þú að spyrja mig eitthvað juicy. Gabriel Erkengill. Ég var að fara að segja, ég vissi þetta alveg hann heitir Gabriel. En ég er sjokkið við spurningunum. Ok, byrju. We're doing Jesus questions. Jesus, byrju. Já, ég er ekki með þetta undirbúið. Ég bara út af því ég spyr alltaf þessu. Hvað kertin heita? Fann, ég vissi þetta ekki með, ég vissi þetta með Gabriel. Já, kannski er það bara ekki í hérna, þú veist, Philadelphia eða eitthvað. Gæti það verið? Jú, ég er bara, it's just me. Það er allir þá reynu þar, sko. Ég er bara bad representative hérna. Já, þetta er allt eitthvað svo leðilega spurningar en já, þetta var ég bara man ekki oft svona sögurnar. Nei, ég veit ekki okkur. Ég geti, þú veist, sagt þér einhver svona hérna kvæði úr biblíinu og eitthvað. En svo kemur eitthvað svona og ég er bara eitthvað, veitu, já, hvað hérna? Já, ég skilða samt að ég er ekkert margir sem, þú veist, er að leggja þetta minni. Ég veit ekki ekkert, ég man þetta samt allt leið og maður kannski. Já, segir það. Með kannski þar að rifja þetta upp. Já. Þetta er... Wow, I feel embarrassed right now. Nei, ég ætla ekki... En það er bara svo gaman, þannig þegar þið kveikja aðventikransinum, þá vitið að þið er að kveikja fyrsta spádómskertinu út af því að það var... Það er enda mjög skemmtileg hugsun. Ég vissi það ekki með kertinu, sko. Þannig að ég ætla að fara heim núna og... Spurðu Adam, þetta er skemmtilega svona spurninguleikur. Og hérna, og er eitthvað meira? Hver er litur jólana? Rauður. Fjólblár. Ha?
Nei. Jú. Nei, says who? Það eitthvað svona, það litur jólana. Says who? Af hverju þá enginn allir að skreita fjólublátt? Sko, út af því það langar öllum bara að vera jóla. En af hverju þá það jóla? Af hverju er þetta rautt jóla? Sko, ég sá eitthvað tíma hana var... Hvað stendur þessi fjólublár? Það meikar ekkert sens. Ég sá eitthvað þar. Núna finna ég ekki alveg, en það var eitthvað... Ég var jafn sjokkir á þú, því ég er bara obviously rautt, en það er fjólublár, held ég. Fjólublár? Já, það er sko, já, það er eitthvað svona litur... Ég held það, já. I think so. Allavega þið sem eruð... Þið allavega svona, já. Getið googlað. Kannski ég verið komið fleiri spurningar næst. Ég er eitthvað að reyna að leita núna. Ég skal spyrja þig næst. Já, nenni þú. Já, let's do that. Hvað er, myrra, hvenær fyrst við svinn, já. Allavega. Er þetta ekki komið gott hjá okkur? Ég er eitthvað að lesa hérna. Ég er spennt fyrir næstu spurningukeppni í næsta völdi. Það skal koma mikið skemmtilegt. En hvað það var skemmtilega þáttur? Já, ég er mega spennt líka að fara í jóla. Sko, ég er svo spennt að því að undirbúa gjafalista fyrir ykkur. Að því að við komum með sikkur á gjafalistana. Já. Að því að þá á ég eftir að fá hans meira hreint hvað ég ætla að gefa líka. Leið og ég fer í detektivinnuna þá svona... En ætlaðu ekki að vera með gjafir í næsta þetta? Jú. Já. En... hvað ætlaði að segja? Eigum ekki líka að gera krakkalista? Jú. Það ekki? Mér finnst það gaman að heyra hvað fyrir hana og börnin. Já. Það ekki? Jú, gera það. Heyrðu, bara geggja. Þetta var ótrúlega skemmtilega þáttur og ef þið eru að hlusta á þetta aðventunni, þannig þá getið þið veikt á spátumskertinu núna og pakkað inn eða eitthvað. Já. Það ekki? Jú. Ég er allavega spennt, sko. En bara vonandi er það eiga ótrúlega kósi, svona byrjun á des. Des. Já, þú skilur við þessi þáttur Loknóf byrjun des. Já, þá má byrja. Nú er það að komast í feelingin. Já, þið eru að komast í feelingin. En heyrðu, all right. Þá segjum við bara bless. Já. Bye.